Góðan daginn, ég ætla að byrja að því aðtöku hvort að Leifur og Lára, hvort að þið heyri ekki alveg örugglega í okkur. Jú, við heyrum fínt. Ég heyri fínt alltaf. Það heyrist ljómandi vel í ykkur. Ok, glæsilegt, gott að þetta. Heyrðu, þá held ég okkur sé ekkert að vanbúnaði heldur en að byrja þetta námskeið bara. Vil bjóða ykkur hjartanlega velkomin hingað til okkur á Umhverfisstofnun. Ég heiti Aðalbjörg Birna og ég stýri hér sviði umhverfisgæða, þar sem við erum að vinna með mengaðan jarðveg, við erum að vinna með haf og vatn, við erum að vinna með loftgæði og ETS og við vinnum með hollustuhætti og eftirlit með mengandi starfsemi á þessu sviði. Kannski bara nokkur atriði, svona praktísk atriði áður en við byrjum, að kaffivélin er hérna fyrir utan og það er önnur kaffivél hérna inn í sal. Klósittin eru bara hérna fyrir framan móttökuna til hægri. Þar eru salerni og við ætlum að fá okkur hádegismat á milli 12 og 1. Það verður bara að styttast í það og svo ætlum við bara að hafa þetta rosalega góðan dag og læra allt mengaðan jarðveg. Þannig að já, aftur, innilega velkomin. Við ætlum að einbeita okkur hér að menguðum jarðvegi í dag og það er náttúrulega bara mikið fagnaðarefni að við skulum vera komin á þennan stað, loksins. Lengi verið beðið eftir reglugerð mengaðan jarðveg. En reglugerðin tók gildi í byrjun seinasta árs. Nú, það er mikið að gerast í málefnum mengaðs jarðvegs í allri Evrópu og það er bara komið tími til að við spýtum í lófana og leggjum okkar að mörkum, bæði hér innanlands og svo í þeirri alþjóðavinnu sem við höfum skuldbundið okkur til. Nú, þetta námskeið er mjög mikilvægt til þess að reyna að samræma alla þá vinnu þeirra sem koma að þessu frummati og meðhöndlun á menguðu jarðvegi og við viljum náttúrulega bara vinna saman að því að gera þetta mat og framkvæma í rauninni bæði matið og svo koma að þessari ákvarðanatöku sem þarf að fara í þegar að ræða mengaðan jarðveg. Við höfum unnið að þessum leiðbeiningum í töluverðan tíma og þetta námskeið í rauninni byggir bara á þeim leiðbeiningum sem við höfum verið að vinna að og við viljum endilega bjóða ykkur eftir að þetta námskeið hefur tekið stað að koma með rýni á leiðbeiningarnar. Leiðbeiningarnar eru að mestu leyti tilbúnar og við viljum endilega bara fá ykkur inn í þá vinnu að lesa yfir og sjá hvernig ykkur myndi ganga að fara í gegnum leiðbeiningarnar. Nú, ég held að ég hafi þetta ekkert lengra, ég ætlaði bara rétt að opna og fara yfir þessu praktísku atriði. Ég ætla að gefa boltan yfir til Kristínar og Gunnhildar og hann er Sirjar og svo er það Jói líka sem ætlar að fara yfir gagnagrunnin. Endilega, notið tækifærið og spyrjið. Námskeiðið er ætlað því að þið lærið og allar spurningar eru góðar, þannig að ég bara óska ykkur góðs gengis í dag. Kannski nefna við þau sem er á línunni að setja inn spurningar. Endilega. Hún Sirri fylgist með ykkur sem eru á línunni og endilega sendið inn spurningar. Ok. Flott. Gunnhildur, þú ekki næst í röðinni? Þú komið með glærurnar upp? Já, þetta er næst. Akkurat. Já, sæl, ég heiti Gunnhildur, eins og Birna nefndi áðan og ég er lögfræðingur í teymi mengunareftirlits. Við erum hérna í teymi mengunareftirlits og svo eru reyndar nokkrir viðbót. En við erum svona sem komum að þessu námskeiði. Ég ætla bara rétt svona að byrja námskeiði að segja ykkur aðeins frá reglugerðinni sem Birna minntist á. En þau þekkja hana eflaust flest, en fínt bara svona góð byrjun á námskeiðinu að fara aðeins í gegnum hana og aðeins hlutverk bæði Umhverfisstofnunar og heilbrigðisnefnda svona eins og það sem kemur fram í reglugerðinni sjálfri. Já, og eins og Birna minntist á, þá tók hún gildi 1. janúar 2021, þannig að hún er svona tiltölulega ný en samt að verða næstum 2 ára gömul. Og já, eins og þú sagðir, það var mikið beðið eftir henni, en það eru samt svona sumt sem hefði mátt betur fara, þannig að við ætlum að reyna að fá smá breytingar í gegn og þess vegna eru leiðbeiningarnar ekki alveg klarar af því að það er óþarfi kannski að fara að gefa út leiðbeiningarnar aftur og aftur. Það er betra að það sé bara 1 ártal á þeim og þegar þetta er allt saman klárt. Ein spurning. Já. Þessi reglugerð er hún svona miðuð við aðrar reglugerðir sem eru í Evrópu eða?
Reglugerð á Íslandi. Þú þekkir náttúrulega sænska regluverkið, kannski svolítið. Hvernig hafa menn unnið þessa reglugerð? Sko ég þekki ekki alveg þann prósessin sem var hérna þá, það er mér fyrir minn tíma, en sko hún er keimlík því sem í Evrópusambandinu, talsvert einfaldari og þannig að hún er svona létt útgáfa. Já, og hún er kannski bara svona eins og margt annað regluverk, það er sett fram, síðan kemur reynsla og þá kemur kannski ljós að það eru ákveðnar holur eða eitthvað sem vantar aðeins upp í, þannig að það getur alveg vel verið eins og annað tæki, hún mun að taka einhverjum breytingum svona síðar, svona til einföldum og skýringa. En hún er alveg, þú veist, átekur gildi frá lögum hollustu- og hættu- og mengunarvarnir og það er ýmislegt sem þar kveðið á eins og eftirlit tilkynningaskyldu og það er minnst á mengan jarðveg, þannig að hún byggir svolítið náttúrulega á því sem þarf að koma fram, sem er svona sagt að koma fram í reglugerð frá lögunum. Já, ég er svona bara að hugsa praktískan grunn. Já, ég skil það. Já. Nothæfi, þá veist, þetta hefur notað í Evrópu. Einmitt. Já, þessi rammi, hvort það hafi verið tekið mið af því. Já, ég hugsa það, ég hef reyndar einmitt sjálf var ekki hérna fyrir 2 árum, þannig ég þekki ekki alveg svona hvernig var, en... Nei, okkur vantar bara sko reynsluna og komast að stað og mynda fordæmi og koma þessari vinnu í gang. Já, svona verkferlum og svona það sem heftir okkur svolítið í dag að við erum ekki langt komin í þessari vinnu, en við höfum tækin og tólin til þess að mestu leyti, þannig að við bara vinna saman og Sko viðmiðunarmörkin voru mikið unnin með tillit til hollenskra viðmiðunarmarka. Já. Og viðmiður sem að verða að vinna umhverfislega. Önnur spurning hérna rættað. Líkar að ég hef sett þetta nú á bóksku. Setnis alveg. En þannig að þessi reglugerð var unnin. Þetta þess vera gagnrýnt. Við innan þá miðað við hollensk gildi þessum það komið mér verið fólk árið við á sín tíma því að við eigum til sýni af íslensku jarðvegs hjá Evrópusambandinu. Það bara að greina til hýta. Það getur engin ákveðin gildi á þér viðmiðunarmörkin að vera með íslenskan eldfjalli eða eins og við gera þannig. Já. Já, hún fer út í, ferði ekki meira í þetta svona. Þetta er ekki alveg lögfræðilegt sko viðmiðunarmörkin, ekki alveg með hreinu. En hérna, já, við ræddum þetta um þetta, vorum að segja að Holland er vissulega ekki allsherjarlega eyja. Það er ýmislegt sem aðeins öðruvísi með jarðveginn þar og hér. En þetta er það sem við höfum og maður verður vist að nýta það sem maður með. En já, svo ég held að það sála, þá er einmitt í fyrsta sinn kveðið á þessi viðmiðunarmörk fyrir tungmála, lífræn efnasambönd og sjúkdómsvalda í jarðvegi í viðaukanum við þessa reglugerð og Kristín fer svona aðeins nánar úti í viðaukanum svona á eftir. En svona ef við stuttum máli þá fjallar reglugerðin náttúrulega mikið um viðbrögð og ráðstafanir vegna jarðvegsmengunar sem verður við atvinnustarfsemi eða yfirvofandi hættu á jarðvegsmengun og þetta er svona það sem ég fer kannski helst út í svona í þessum stuttu yfirferð. Í 1. grein reglugerðarinnar, þar er farið í markmiðinnar, það er oftast svona fyrst svona í reglugerðum og það er annars vegar að uppræta eða draga úr mengun jarðvegs og forðast að koma í veg fyrir skaðleg áhrif mengaðs jarðvegs eða yfirvofandi hættu á slíkri mengun. Ég veit ekki af hverju orðin klippast svona, það var ekki svoleiðis þegar ég skrifaði þetta, en það vil alltaf vera svona þegar þetta þannig að ég lesi þetta bara og hins vegar er hérna markmið að fyrirliggi upplýsingar svæði þar sem mengaður jarðvegur og það er náttúrulega sem Kristín á svolítið eftir að fara yfir þessi skrá og ábyrgðingarvefurinn og allt það. Ég ætla hins vegar, já, eins og ég sagði áðan, helst svona fara yfir þessi viðbrögð við mengun jarðvegs eða hættu á slíkri mengun og hvert hlutverk Umhverfisstofnunar annars vegar og svo hins vegar heilbrigðisnefndanna er í því ferli. En það er fjallað um það í 4. kafla, þar eru þannig nokkur ákveðum bráðamengun og svona þess að það er fyrir mat á hættugreiningu sem minnst á hvernig þetta fer allt fram. En það sem sagt kemur fram í 4. grein reglugerðarinnar að umsjón og eftirlit með aðgerðum er lúta að viðbrögðum við mengun jarðvegs eða yfirvofandi hættu af slíkri mengun er í höndum heilbrigðisnefnda, sveitarfélaga eða Umhverfisstofnunar eftir því sem við á. Og þetta eftir því sem við á kemur eiginlega fram í öllum greinunum að það er almennt í höndum
heilbrigðisnefnda sveitarfélaga að þetta umsjón með eftirliti og aðgerðum, en hins vegar þegar atvinnureksturinn sem mengunin stafar frá starfsleyfisskyldur og háður mengunareftirliti Umhverfisstofnunar, að þá þetta í höndum Umhverfisstofnunar. Þannig að það sem skilur að. Í 8. grein fjallað bráðamengun og í bráðamengun þá byrjar á því að það sem sagt slökkviliðsstjóri sem stýrir aðgerðum á vettvangi meðan að bráðamengunin varir. Þegar hún varir ekki lengur þá tekur heilbrigðisnefnd við stjórn aðgerða slökkviliðinu og þegar hættan á bráðamengun varir ekki lengur að þá gerir heilbrigðisnefndin frummat á aðstæðum nema þegar, eins og ég segi áðan, ef að mengunin stafar frá atvinnurekstri sem starfsleyfisskyldur og háður mengunar til Umhverfisstofnunar, þá það Umhverfisstofnun sem tekur boltann. Þið stoppum við bara ef ég er að tala hratt, það gerist stundum. og það kemur líka fram í greinina í þessum tilfellum þegar að ábyrgðin fer yfir til Umhverfisstofnunar, að þá getur Umhverfisstofnun falið heilbrigðisnefndunum að taka við stjórn aðgerða, gera frummat aðstæðum þangað til fulltrúar Umhverfisstofnunar geta mætt á vettvang. Líklega af því að þetta náttúrulega allt landið, þið eru betur staðsett til að koma strax á staðinn. Síðan kannski svona oftar en ekki bráðamengun að ræða. Þegar það kemur bara fram tilkynningu mögulegan mengaðan jarðveg berst og það ekki bráðamengun að ræða, þá það heilbrigðisnefndin sem skal gera frummat aðstæðum svo fljótt sem verða má. Nema náttúrulega eins og alltaf tekið fram ef það starfsleyfisskyldur atvinnurekstur háður mengun eftir þá það Umhverfisstofnun sem fer á staðinn. Og aftur þá getur hún falið fulltrúum heilbrigðisnefndana að gera frummat og taka við stjórn aðgerða þar til að fulltrúar Umhverfisstofnunar geta mætt á vettvang. Síðan getur frummat og áhættugreiningin náttúrulega leitt til mismunandi niðurstaðna. Fyrsta lagi getur frummatið bent til þess að þessi umtalsverð mengun á jarðveginum og í þessum tilfellum að þá eiga rekstraraðilar að leggja fram áhættugreiningu, þannig að það þá heilbrigðisnefndin eða þá eftir atvikum Umhverfisstofnun sem veita rekstraraðilum svona ákveðin frest til að standa skil á þessari áhættugreiningu og þannig að það sé ljóst að það áhættugreiningin í höndum rekstraraðila að verða sér útum, veit ekki nákvæmlega hvernig þekki ekki áhættugreiningu nógu vel, en það sem sagt ekki heilbrigðisnefnd eða Umhverfisstofnun sem gerir þessa áhættugreiningu, hún sér bara frummatið. Og þetta frummat, áhættugreining og allt kemur fram í leiðbeiningunum, hvernig það fer fram og allt það, þannig að það kemur ekki mjög vel fram í reglugerðinni, það bara skilgreining á hvað frummat og hvað áhættugreining og þar kemur til dæmis fram eins og í frummati að það kannski ekki alltaf nauðsynlegt að fara á staðinn, getur dugað að það séu ljósmyndir til eða myndbönd eða þess háttar. Já, síðan getur náttúrulega verið aðrar niðurstaðar. Það getur verið niðurstaða frumvarps en strax bara að hreinsa þurfi svæðið án tafar og þá hægt að gera kröfu að farið sé í hreinsun án undangenginnar áhættugreiningar. Síðan getur náttúrulega niðurstaða áhættugreiningarnar eftir að frumvarpið farið fram að hreinsa þurfi svæðið og þá þurfa rekstraraðilar að leggja fram tímasetta áætlun hvernig verði staðið að hreinsuninni og meðallir mengaðan jarðvegsins og svo náttúrulega tilgangurinn aftur að jarðvegurinn verði eins og hann og þá áður var mengaður eða þannig. Bara svona frekar skýrt. Síðan getur náttúrulega niðurstaða annarkvors frummatsins eða áhættugreininganna verið að það þurfi bara ekki að hreinsa svæðið og þá skal heilbrigðisnefndin tilkynna Umhverfisstofnun svæðið og það tekið fram í reglugerðinni að það þurfi þá að tilkynna bæði staðsetningu, stærð, tegund mengunar og ástæðu þess að svæðið mengað. Þannig að þetta svona það sem kemur fram í þessum 8. kafla bæði viðbrögð og aðgerðir þegar tilkynnt mengan jarðvega þegar það bráðamengun. Síðan ég bara svona telja upp allar greinarnar það sem minnst á heilbrigðisnefndirnar. En kemur samsagt svo fram í 11. grein að Umhverfisstofnun haldi skrá yfir svæði þar sem mengaður jarðvegur eða grunur mengun og þetta fyrir Kristín nánar út eftir. Ég bara svona rétt að gefa ykkur smjörþefinn af því sem kemur svona gaf. Og hvað var það? Já, og síðan eins og ég var hér. Heilbrigðisnefnd tilkynnir Umhverfisstofnun svæðið án þess að þurfi að hreinsa
það kemur fram að Umhverfisstofnun metur svo í samstarfi við heilbrigðisnefndina hvort þessi svæði sem ekki þarf að hreinsa og hefur verið tilkynnt skuli fara á skrána yfir svæði þar sem mengaður jarðvegur. Og síðan þegar það er búið að sýna fram á að svæðið hefur verið hreinsað með fullnægjandi hætti, þá er það bara fellt brott úr skránni. Síðan er minnst á í 12. grein, þá talað eldri svæði, en Umhverfisstofnun gerir sem sagt í samstarfi við heilbrigðisnefndirnar skrá yfirlit yfir eldri svæði sem eru menguð og þau skulu sett í skrá sem var hérna á glærunu á undan. Og þetta yfirlit skal byggja á fyrirliggjandi upplýsingum sem þið og við búum yfir og tekum meðal tillit til þess hvort að ákveðin starfsemi hafa farið fram á þessum svæðum og það er alveg svona langt yfirlit til þessu 15 mismunandi liður og til dæmis minnst á flugvelli, jarðborun, niðurskipa og svona ýmislegt, þannig að það er svona leiðbeinandi þetta. Það var annars ekkert svona fleira úr reglugerðinni sem ég ætlaði svona að minnast á sem tengist akkurat þessu. Þannig að þið hafið eitthvað svona spurningar. Annars fer Kristín allans gerðsel. Já. Það sem röð 10 fyrirtæki kannski sem verður sama bransanum. Sem kringum mengaðan jarðveg. Nú var þetta rekstrarleyfi búin að vera til 6 mánuði. Akkur við að beina kröfunum á veðurgrein? Það stendur bara rekstraraðileg, það er núverandi rekstraraðileg, myndi ég. Þetta er alveg svolítið vandræðamál, sko, þannig séð svoleiðis mál því að þetta var ekki tekið upp í reglugerðinni. Nei. Þetta með ábyrgðarhlutann, eins og segir, það er bara talað rekstraraðila, þannig að Það sem engin rekstur eða ekki starfsliðstöður? Já, það er alveg vandmæntur sem við séum. Það er ýmislegt sem er svona, þetta er bara sem við með, en þetta er ýmislegt náttúrulega sem er svona aðeins gloppótt, sko. En við þurfum bara að komast að niðurstöðu í sameiningu. Skoða þetta, ef það kom upp einhver álitamál, þá verðum við náttúrulega bara komast að bestri niðurstöðu. Það var sérst menguðum jarðvegum. Komið inn á það? Í reglugerðinni? Í reglugerðinni. Það er ekki talað förgun úrgangs, nei. Nei, það var ekki. Já, bara svo vel. Það er að tala svolítið hátt svo að heyri því hérna þeim sem eru út á landi. Stella frá Heilbrigðiseftirliti Suðurlands. Mengaður jarðvegur hlýtur náttúrulega bara að fara á urðunarstaði sem að má taka við. Já, sko við vorum líka í þessu. Já, í samræmi við reglugerð úrgangs, eða ekki? Jú, það er náttúrulega alltaf bara staðir sem hafa leyfi til að taka á móti menguðu jarðvegi og það er ekki allir urðunarstaðir sem hafa leyfi til því og það er ekki landnotarstaðir til dæmis. Og þannig að það er bara reglugerðum, það er reglur sem gilda urðun, en hins vegar er alltaf mikið betra að fá fram hreinsun á jarðveginum heldur en að grafa hann í burtu og urðan, þá erum við bara að færa vandamálið. Þannig að hreinsun er betra tól heldur en að grafa og urða. Eru til fullnægjandi leiðbeiningar hreinsun á til dæmis eins og olíuflötum jarðvegi og það? Sko, það er náttúrulega til alveg alls konar leiðbeiningar út allan heim hvernig hægt að fara í það. Við erum að vinna í leiðbeiningum hreinsun. Það er vonandi tilbúin einhvern mann. En það er ráðgjafar, það er alveg nokkur ráðgjafar á landinu sem hafa góða þekkingu á hreinsunarráðgjöfum og svo er náttúrulega ráðgjafar út allan heim sem hafa líka virkilega langa og góða reynslu bara í Evrópu og Norðurlöndunum af hreinsun. Þannig að það eru öll tæki til þess að hreinsa það. Við þurfum ekki að grafa allt upp og urða það. Leiðbeiningarnar koma. Tekur allt tíma. Já, þá var ég líka með næsta. Það kemur ekki. Hvernig fer ég? Já, ég veit ekki hvað ég er að gera. Ok. Það er kannski aðeins koma inn í bara með að skipta. Já, okkur svo. Plástum og ekki á Heilbrigðiseftirliti Vesturlands. Það sem kom upp í hugan hjá mér þegar fórst yfir þetta. Já. Það er þetta með bráðamningu slökkvistjóri með stjórn viðgerða. Að mér er bara mjög minnistætt eitt atvik þar sem að opnaðist bensíntankur á bíl inn á vatnsfundasvæði höfuðborgarsvæðisins. Og þá var það þannig að við fengum
3 eftirlitssvæði bara tilkynning þetta, þannig að við erum svona í lúppu þá var ég á höfuðborgarsvæðinu starfandi og og þá var það í rauninni þannig að þó svo að slökkvistjóri væri með stjórnaðgerðina, að þá var þetta olía sem var að fara af veginum og út fyrir og mjög brýnt að bara einmitt hreinsa strax og það var bara tekin ákvörðun það og þá fór í gang bara ákveðið svona ferli að kalla til alla þá aðila sem þurfti að koma að þessari hreinsun og Vegagerðin veghaldari og þannig að þannig séð voru við að stjórna því ferli, þú veist, og þetta væri slökkvistjóri með yfirumsjónina og það var bara mjög brýnt að það færi strax í gang, sko. Já, ég skil það mjög vel. En það er náttúrulega hægt að túlka með, þú veist, með stjórn aðgerða, að það náttúrulega getur ýmislegt gerst kannski þó maður sé ekki með stjórnina. Já. En það er náttúrulega, reglugerðin kemur ekkert inn á það, það er bara þegar bráðamengun var ekki lengur, þá farið inn á þannig að það er einmitt ýmislegt. Það er kannski bara einmitt að búa til skýrar leiðbeiningar eða verkferla svona út frá reglugerðinni. Það sem ég vil segja sko líka, það er rosalega mikilvægt en þó að sko slökkvistjóri sem í stjórn aðgerða, þá er þið með þessa þekkingunum og kunnáttuna. Slökkvistjóri er náttúrulega mjög þekkir á sínu sviði en við erum með þekkinguna á vatnsbólunum, á svæðunum í kring, á jarðlögunum, á öllu þessu sem að þarf á að halda. Þannig að þó hann sem í stjórnina þá oft á tíðum þarf hann á ykkur að halda á svæðinu þegar svona stórslys verða þar sem að mikið liggur við og þarf að gerast á stuttum tíma. Þannig að samvinna þarna milli er rosalega mikið. Svo er slökkvistjórinn náttúrulega ekkert á staðnum þegar svona og yfirleitt. Það er bara spurning hver er sko vettvangsstjórinn, þannig að maður þarf eiginlega að kalla eftir því til að geta verið í sambandi við hann, sko. Á meðan bráðamengunin varir, þá er það alltaf slökkvistjóri sem er sem vettvangsstjóri eða stjórnaraðgerðir, þá svo að þið séu þá sé ekki á staðnum, sko. Það er náttúrulega skipulag slökkviliðsins sem að Við erum bara svona að koma inn á hvernig þetta virkar í raun og veru, sko. Já, en það er einmitt það, þegar maður byrjar að nota hlutina, þá kemur upp eitthvað og þá er einmitt fínt að heyra og þá vonandi mögulega hægt að reyna að skýra hlutina. Svoleiðis, en Já, það hlýtur að vera fulltrúið frá slökkviliðinu sem myndi alltaf að vera vettvangsstjóri á staðnum, það hlýtur alltaf einhvers staðar. Já, það getur samt verið vettvangsstjóri getur held ég verið lögreglumaður, sko, þó að það, ég veit það ekki. En hann hlýtur þá að vera í umboði slökkviliðsins. Já, það hlýtur bara að vera það. Það þarf slökkviliðsins að skilgreina að gefa þá út hver er vettvangsstjóri. það er, Í þegar eins og þetta slys það er ekki víst að það sé skilgreint sem bráðamengunarslys í jarðvegi, heldur miklu meira bara umferðarslys og þá er það lögreglan. Þú veist, þannig að þetta getur verið alls konar. En leikað að verða svona bráðamengun, þegar olía fer út, þá er þetta orðið bráðamengun og þá á slökkviliðið að taka. það þarf kannski ofta á stíðum að gera þeim grein fyrir því að þetta er bráðamengun í þessum skilningi lagana og þeir eigi að sinna þetta fyrir það getur alveg fyrst, sko. en það er líka sko spurning, ég er ekki búin að kíkja á það, ég var ekki búin að pæla í þessu sjálf sko, en það er eins og vísað í þessari grein í ákvæði laga brunavarnir, af því það er fjallað mengunaróhöpp, það getur verið að þar sé einhver svona í lögunum eða í greinagerð eitthvað svona örlítið sem ég finna út betur hvernig nákvæmlega það er eitthvað svona tilbygga eitthvað, það mætti náttúrulega alveg kíkja á það, það leynist eitthvað eitthvað annars þar sem má svona nýta við skýringu á. En er þetta ekki spurning líka eins og þú varst að nefna, og þetta er þá bara mögulega eitthvað umferðarslys, mannslík ganga fram af mengunum. Þannig að þetta getur verið fjölþætt slys, sem þá er forgangsröðunin eftir sem ræður því hvaða löggjöf ræður. Algjörlega, nú þekki ég ekki alveg sko röðunina hjá slökkviliðinu, það er alltaf líf fyrst og svo eins og í Svíþjóð það var alltaf líf, eignir og svo náttúra. En svo breytt svo var því víxla þannig að í Svíþjóð er allavega þannig það er líf, náttúra, eignir. Þannig að það verður kannski athyglisvert að koma að staði hvað eru áherslu slökkviliðsins hér. Og minnst þú veist, bráðamengun á hafi að þá er það þannig að það er mannslíf fyrst og síðan umhverfið, fram yfir eignir. Eitthvað á Varsvíðarsvæði, það er brunnið það bústaðir
þá okkar í rauninni getur það brenna í staðinn fyrir það að nota eitthvað fóru eða nýja vatn. Það bara getur í rauninni. Það nefnilega oft á tíðum sko að umhverfislega séð mjög gjarnan betra að láta brenna heldur sleppa. Sérstaklega ef þeir eru með froðu, þegar froðan inniheldur PFAS-flúorefni, þó hún sé PFAS-laus, þá inniheldur hún samt PFAS, það miklu lægra. Þannig að á viðkvæmum svæðum umhverfislega séð oftast betra að láta brenna heldur bjarga. Ríkar hérna aftur, Helgi er að koma inn á það sem ég ætla að segja, hússtæðinu þeir brenna, en þegar ég haf samskiptum öfli og tekin ákvörðum að láta brenna niður eða ekki, þá tilgreinir slökkviliðið það sem verkefni með þeim að þá sé þannig að það sé ekki líf í hættu. Þessi gangur skugga það sé að náttúran og umhverfið. Þeir eru með þannig verkefni. Ég geti að þeir séu með sína verkefni þó svo við kannski þekkjum það ekki alveg hlítar. Kannski aðeins að koma inn á þetta atvik aftur, það svona hvað að hafa stjórnina, af því að í þessu tiltekna máli þá gerist þetta á föstudegi og það eru allir að fara út úr bænum eða eitthvað svona. Það voru svona 35.000 bíla röð bara stopp út af þessu atviki og síðan þarf að hreinsa þetta upp. Og það alveg rosalega pressa, eru þið búin að hreinsa? Getum við lyftið trafíkinn í gegn, sko? Nei, við erum enn að hreinsa, bíðið bara rólegt, 5.000 bílar að bíða. Það svona, þetta getur verið einhvern veginn svona, sko. Þannig að, já. Og í þessu tilvikinu, þá var ekki nota vatn, þá var bara sópað upp, að hafa fróðað það saman. Já, hvað á ég að halda það? Við erum eitthvað meira. Nei, sko, ég ætla núna aðeins að fjalla starfsleyfisskyldu. Málið að hún, Sigríður, þessi gæs sem með okkur í teymi, hún með COVID, þannig að ég að taka hennar fyrirlestur, þannig að við Kristín reynum eftir bestu getu að svara spurningum, en annars fáum við kannski bara til þess að senda okkur eða við skrifum niður spurningarnar og berum það aðeins undir, við kannski leiðum okkur það, svona fyrst það. Veist, hún síðasta manneskjan í Íslandi til að fá COVID. Já, það við erum búin að skoða þetta mál alls vel, eða það ég tilfæðan nýbyrjuð, þannig að ég er búin að skoða þetta mjög vel sen í gegn. Og það er bæði búið að ræða þetta við ráðuneytið og það er búið að skoða þetta mjög vel hér innanhús. Og það er matsstofnunar að hreinsun og meðhöndlun jarðvegs sé starfsleyfisskyld hjá heilbrigðisstofnunum og fellur þá undir viðauka, 3. viðauka í lögum hollustuhætti og mengunarvarnir, enda sé endurnýtingu úrgangs að ræða. Þannig að þetta hreinsun mengaðs jarðvegs sé endurnýting úrgangs. Ég ætla bara aðeins að fara í gegnum hvernig komist að þessari niðurstöðu og síðan getum við kannski þá einmitt rætt því þá ég skrifa niður einhverjar svona spurningar sem hafi. Það tekið fram í reglugerðinni, þetta er einn grein sem ég minnst ekki á áðan, að samkvæmt 14. grein reglugerðinnar mengaðan jarðveg, þá skulu aðilar sem sjá flutning eða aðra meðhöndlun á menguðum jarðvegi hafa gilt starfsleyfi og eftir því sem við á starfsleyfi til að flytja spilliefni. Þannig að það er ljóst að hreinsun eða meðhöndlun á menguðum jarðvegi sé starfsleyfisskyld. Það kemur líka fram að eftir því sem við á starfsleyfi til að flytja spilliefni, það er hins vegar matsstofnunar jarðveg flokkist sjaldan sem spilliefni og það felst í því einu af þessum breytingum sem við erum áskaftir á reglugerðinni að mengaður jarðvegur sé ekki alltaf flokkað sem spilliefni heldur þá bara að það er viðmiðunarmörk í ákveðnum. Já, bara þegar það komið yfir ákveðin styrk. Já, frekar en að sé bara alltaf þar undir. Og þannig en hins vegar að mengaður jarðvegur flokkist þá sem úrgangur. Og ef ég fer aðeins gegnum þá sem sagt í samtali sem Umhverfisstofnun átti við ráðuneytið í sumar, júní, þá var komist að þeirri niðurstöðu að mengaður jarðvegur gæti talist úrgangur samkvæmt lið 1705 í skrá yfir úrgang í viðauka við þessar reglugerðina skrá yfir úrgang og mat og hættulegum eiginleikum hans. Og
En þessi 17. kafli fjallar sem sagt úrgang frá byggingar og niðurrifsstarfsemi, en það svo sérstaklega tekið fram þar með talið uppgröftur frá menguðum svæðum. Þannig að hérna getur mengar og jarðvegur klárlega fallið undir þannan lið 17.05, þennan kafla. Síðan styður skilgreiningin á endurnýtingu einnig að endurnýtingu úrgangs sé að ræða með meðhöndlunarhreinsun, en í lögum nr. 55/2003 meðhöndlun úrgangs tekið fram að endurnýting sé aðgerð þar sem aðalútkoman sú að úrgangur verður til gagns þar eð hann kemur í stað annars efniviðar sem hefði annars verið notaður í tilteknum tilgangi eða hann útbúinn til þeirra notkunar í stöðinni eða úti í hagkerfinu. Svo til stuðnings því að úrgang sé að ræða, þá má vísa í lið R5 í 4. viðauka reglugerðarinnar skráður úrgang á mat og hættulegum eiginleikum hans, en þessi viðauki fjallar endurnýtingaraðgerðir. Og í liðnum R5 þar fjallað endurvinnslu eða endurheimt annars ólífræns efniviðar, þó hins vegar hér sé ekki reyndar að ræða ólífræn efnivið, þetta lífræn efnivið ef ég skil rétt, en liðurinn hins vegar stjörnumerktur og í neðanmálsgrein segir að undir honum teljist hreinsun jarðvegs sem leiðir til endurheimtar jarðvegsins eða endurvinnslu á ólífrænu byggingarefnum. Þannig að þetta er náttúrulega það sem við erum að tala hér. Þannig að við tökum þetta aðeins saman, að þá komumst að því að mengaður jarðvegur sé úrgangur, hann er endurnýttur með hreinsun og hann fellur að listanum endurnýtingar aðgerðir. Þetta leiðir sem sagt þá til þess að starfsemin sé starfsleyfisskyld hjá heilbrigðisnefndunum og fellur undir 19. tölulið 4. viðauka, þeir þekki örugglega 4. viðauka mjög vel í lögum hollustuhættumengunar, enda endurnýtingu úrgangs að ræða, það er bara sérstaklega tekið fram, það er þarna 19. töluliður endurnýtingu úrgangs og við svo komist að þeirri niðurstöðu að hreinsun mengaðs jarðvegs eða meðhöndlun mengaðs jarðvegs sé endurnýting úrgangs. Þar af leiðandi starfsskyld hjá heilbrigðisnefndum. Hins vegar finnst okkur þetta ekki, já, fyrir Já, ekki hægt að líka bara senda glærunar á svoleiðis? Já, bara að fá Já. Já. Já, er það ekki alveg eitthvað sem við höfum sendið þetta á eftir þörfum á allavega 1 eða 2 heilbrigðiseftirlit. Já, þannig að það var ekki að tala með þetta, gefa þessu glærupakka og svona. Já, við finnum alveg örugglega út af því. En við erum hins vegar erindi einnig til umhverfisráðuneytisins í undirbúningi. Okkur finnist kannski óþarfi að fara í gegnum öll þessi skref til þess að komast að þetta niðurstöðu. Þetta mætti kannski bara koma fram svolítið skýrt og einfalt í lögunum. Þannig að það mætti vera bara nýr liður í staðinn fyrir að við þurfum að komast að einhverju svona leið til að fella þetta undir endurnýtingu úrgangs, að það kæmi bara hreint fram í viðaukanum að meðhöndlun eða hreinsun mengaðs, jarðvegs, vatnasvæðis, grunnvatns, byggingar eða mannvirkis væri þá starfsleyfisskyld hjá heilbrigðisnefndum af því hún fjalli þá undir 4. viðauka. Það væri alltaf töluvert einfaldara og skýrara sem er náttúrulega alltaf það sem maður vill að lög séu. Það vægast fyrir hvort þessi úrgangur er ekki. Við tala byggingarúrgang og jarðvegur mengaðar og mannavöldum. Já, ég var náttúrulega ekki í sumar þegar það var. Hvað segir þið? Jarðvegur mengaðar af mannavöldum og hann er lífrænt og líka óvíðrænt. Hann mengaður jarðvegur er úrgangur, en hann er ekki alltaf spillefni. Nei, já, svo getur snúist svolítið að hann sé úrgangur, en hvort hann sé, að hreinsunin sé endurnýting úrgangs, það er kannski það sem verður smá svona vafa, þannig að það væri náttúrulega þægilegt að stæði bara hreinsun mengaðs jarðvegs. Þá er það bara ansi skýrt. Þá er einmitt mjög auðvelt ef maður er að láta framfylgja einhverju að það sé bara það stendur hérna, að það þarf ekki að vera eitthvað. Hér er líka með bréf frá Umhverfisstofnun sem styður það. Þannig að það verður auðvitað þægilegt, þannig sjáum við erum að reyna að breyta eins og. Já. Bara einn pæling. Getur mengaður jarðvegur verið úrgangur ef hann er sem sé meðhöndlaður sem sé innsitur á staðinn? Það er ekkert að færa hann. Þá hættir hann að vera úrgangur þegar við búin að hreinsa hann. En það er úrgangur þangað til. Þangað til og búin á meðan þú varst að hreinsa hann og áður að hreinsa hann, þá er hann úrgangur. En þegar hann orðinn hreinn, þá er þetta bara jarðvegur. Ok, af því að skilgreiningin úrgangi hljómar ekki alveg við þetta, þannig að hún að eitthvað sem þú þarft að losa þig við.
Já, en þú losar við úrgangi þegar þú hreinsar hann, sko, þá tekur það úr jarðveginu sem úrgangur í rauninni. Já, þannig að úrgangurinn per se ekki úrgangur. Já. Jarðvegurinn ekki úrgangur, heldur sem sé mengaði jarð, já. Okay. En ég var alveg já, ég skilji mjög vel, en þannig var einmitt mjög þægilegt að staðið bara hreinsun mengas jarðvegs, en ekki ef maður þurfti að vera eitthvað, þetta ekki örugglega úrgangur? Já, þú skilur. Það það væri mikið skýrara. Já. Já. Það væri tölvöld betra, ég er mjög sammála. Það getur ruglað þá sem maður er í samskipti við. Tala að jarðvegurinn sé ekki úrgangur og hitt sé úrgangur. Já, ég er ekki jarðfræðingur, sko. Já, það eru tveir hérna. Það ekki mengurinn í jarðveginum sem úrgangurinn? Jú, en svo er spurningin, þú getur ekki alltaf aðskilið mengunina frá jarðveginum, ekki sérstaklega þegar hann er á staðnum, sko. Það getur líka mismunandi eftir. Þá getur ekki aðskilið sko mengunina frá jarðveginum, þannig að ekki fyrir búin að hreinsa og draga mengunin út. Líka bara eftir hvernig efnið það er. Algjörlega. Fljótandi eða ekki. Þetta er nefnilega opaslega margþætt og alveg opaslega margir. Hljómar það vel að þá ná að skerpa betur að þessu. Já, það væri ansið gaman. Það er líka þannig hrundandi að fellurleikin undir byggingaúrgang. Það er útskrið fyrir fólki, já, hérna bygging, það var undir byggingarna og... Við erum að bíða breytingum. Það kemur stendur nú þannig í sig að uppgröftur frá menguðum svæðum, en það passa kannski ekkert alveg undir þann lið heldur. Þetta er svolítið svona ruslakistu, þú veist, ákvæði, eins og kallast stundum, en það var þarna einn spurning. Já, þetta er þannig að það er úrskurð á tíma, það sem að eiga mengum staðar, það er frá fyrir fyrirtæki sem að var ekki starfsniðurskipt með umhverf. Það var aflögð áður en starfsniðurskiptan kom til á 1999. Það svona var með heilbrigðiseftirlit þar sem hafði með þetta að gera. Þannig að við setjum heilbrigðiseftirlit gegn blöðum og það er hreinsaður jarðvegsmálum. Það mengar olíu og blý og þeirra. En úrskurðarnefndar var þannig að það sem að mengunum var til staðar og ekki búið að hrófla við henni, þá heldist hún ekki lengur. Ertu að senda mér úrskurð? Ég skal finna hann að senda hann og ég fyrir bögum með alls á því að við gerum pröfuna því að við sem í leiðbeiningu umhverfisstofnunar. Þessar leiðbeiningar voru ekki tengdar við hvorki lög eða reglur. Það blendi þessi úrskurð sem einhvern veginn staðar og hrófla við henni. Það áður en starfsniðurskiptan kom til. Já, vonandi að hafa eitthvað... Þetta sé víða, þannig að engar jarðvegur er ekki alltaf úrgangur. Þegar þú mótar nýtt áorkað. Já, þetta er ekki bara að þú veist þetta að segja, þetta verður ekki úrgangur fyrir þetta tekið af starf. Sko, það er samt líka núna með tilkomu þessar reglugerðar, það er búið að skilgreina sko að hvað er mengun, áður þegar við höfðum ekki þessi viðmiðunarmörk. Nú getum við sagt þetta er mengun, þetta er ekki, og þetta er ekki eins og þetta á að vera, þetta er ekki svona einskismannsland, svona mengun í jarðvegi í dag. Þannig að vonandi höfum aðeins betri tól og til þess að vinna með það heldur en áður. En það er líka bara, svo ég rétt minnst að við erum náttúrulega, markmiðið er náttúrulega að við þurfum ekki að vera að pæla í endurnýtingu úrgangs, við getum verið að tala mengun að hreinsa, eða þetta er góða hér. En mér sko, í tengslu við þetta, þá myndum við vilja uppfærslu á hreinsun í lögunum, að þessi breytt skilgreiningun á því hvað hreinsun er og þar er sérstaklega minnst á, eða okkar tillögu, á in situ exit, þannig að þá væri það kannski aðeins skýrara með þessi tilfelli. Hvað fleira? Það er einn spurning, held ég. Það var allavega komin. Bara þetta ekki að því að endurnýtingu úrgangi við finnum þetta fram með fylgjumskiptum þess aðeins sem við fram í jarðvegs sem ekki nýttni. Nei. Bætir við erum tíma faktor við erum þess eins, við meðum ekki auðvitað til að starfsleikurinn skipur þeir eru verulega og þetta er líka þessi skilgreining og endalega kemst hjá þessu. Já, jú. En það er líka eins og þetta breyta bara varandi endurnýtingu úrgangi þó hann sé ómengað, því að þetta er eins og sé
Sigmundur stendur ekki neitt í Nei, einmitt. jarðvegsfræði. Það eru náttúrulega þið sem notið lögin og reglugerðina sem vitið hvað það er sem sko vantar. Það er stundum ekki alveg hægt að sjá fram í tímann eða svona, þannig að það er einmitt mjög gott að fá svona ábendingar þannig að það sé hægt að reyna þegar við erum að senda inn svona þá höfum við eitthvað til eða svona frekari svona einmitt. Við vorum með bílverkstæðan Hellu þar sem það hafði farið útgámsókja í örugglega svolítið mörg ár niður. En við fengum leiðbeiningar frá Kristínu að taka sýni og skoða og við vorum meira frekar kúla þetta og mæltist rétt fyrir neðan. Þetta er eitthvað, þú veist, ekki mengasvæði en samt, þú veist, ish. Já. En það er náttúrulega kannski ekki alveg á markaði, það var búið að róta svo mikið í þessu að það var búið að blanda og að dreifa menguninu svolítið meira svæðið því að það var búið að grafa þetta upp og fylla ofan í hóluna, grafa henni upp aftur og þú veist, þetta var orðið mikið aðeins fyrir það. En þetta er svona, þess vegna fór ég að pæla, er þetta samt úrgangur af því við vitum að það er alveg mengunina? Sko, já, þetta er náttúrulega úrgangur af því að þetta er ekki hreinn jarðvegur. En hann er samt ekki yfir þeim mörkum þar sem að við höfum tækifæri að tól til þess að krefjast hreinsunar ef að það er undir þessum mörkum í reglugerðinni. Já, þetta var iðnaðarsvæði, en þú veist, þetta væri yfir mörkum. En ef það er að breyta skipulaginu, þá er rosalega mikilvægt að þessi kunnátta sé til staðar, þannig að þegar verði í skipulagsvinnunni að það viti allt því að þarna er mengun, þannig að það sé farið í hreinsunaraðgerðir tímanlega áður en einhver kemur alltaf að byggja sér einbýlishúsastæðinu. Já, akkurat. Þú veist, þó svo að þetta sé, við vitum að svæðið mengar, þá getum við ekki gert í því, þá er þetta mikilvægar upplýsingar til þess að eiga. Þannig að við komum inn á það líka, við þurfum að tala gagnagrunninn eftir. Já. Er eitthvað svona frekar spurningar? Nei, ætla ég bara að þakka fyrir mig. Ég ætla, Kristín ætla að taka við núna. Ég veit ekki alveg hvernig þú ætlar að hafa. Já. Já. Það er til leiðbeiningar hjá húsnæðismannvirkjastofnun fyrir koma án síðan. Til þess að kom ekki að gera þessa leiðbeiningu Já. Meðhöndun á byggingarúrgangi, niðurskimur og það verið að byggja hús slíkt normann. Þessar leiðbeiningar þarf bara alveg til endurskoðun allt í vörslu. Já. Að lesa þetta. Ok, það er alltaf gott að vita af þeim. Já, takk fyrir. Húsnæðismannvirkja, svona var það ekki. Já. Svo það væri bara kannski ítreka það að allar þessar hugleiðingar ykkar sem þið að pæli sem að vinna með þetta, bara rosalega gott að fá þetta sent til okkar, þannig að við getum nota það í okkar vinnu við þessar breytingatillögur. Það er unnið af verkfræðistofnun. Það er unnið af verkfræðistofnun og mannvirkjastofnun. Er einhver heilbrigðisfulltrúi með í staðandi í þessari endurskoðun henni? Ertu að meina þessu leiðbeiningum þessu? Já. Ég er náttúrulega heilbrigðisfulltrúi, sko. Og við erum í eftirlitsteyminu, sko. Við vinnum allir við eftirlit. Og ég er heilbrigðisfulltrúi og ég er sérhæfð í mengun jarðvegi. Það er mikla reynslu þar. Alveg ágættis reynslu þar, já. Enginn hér allavega sem hefur meiri reynslu. Ég er búinn. Ég bara... Og þá sem koma upp á svona seinni tíð, þá er þetta eitthvað svona afmörkuð mengun kannski við bensínstöðvar, eitthvað svona tiltölulega lítið og ég velti fyrir mig bara að því þetta er gríðarlegur ferill, þú veist, starfsleyfisvinnsla og utanumhaldið síðan á öllum pakkanum, mögulega sko allt og flókið fyrir svona eitt rúmmeter af menguðum, olíumenguðum jarðvegi og bara þannig að því ég er aðeins að hugsa líka hvernig svona bírókratían er í sambandi við niður í húsa og svoleiðis. Við þekkjum það svolítið heilbrigðisfulltrúarnir, það segjum eitthvað svona og þá að skila einhverjum skýrslum og dóti. Og þetta er í algjöru steik því að við höfum ekki þessa þekkingu, þú veist, hvað er mikið magn af
í einhverju einbýlishúsi, þú veist, það hægt að skrifa hvað sem á skýrslu og við bara segjum takk fyrir kærlega, sko. Og svo gerum við ekkert með þetta, þú veist, við erum bara að safna þessum gögnum að því á að gera það. Og ég að spá í þetta í sambandi við þá mengaðan jarðveg, eitthvað, þú veist, eigum við einhvern veginn að halda utanum þetta, þannig að sé einhvern veginn að viti, þannig að við svona náum að fylgja svo betur eftir hvað verður þetta, hver gerir hvað og hlutis. Já, þetta er rosalega góð spurning, ég með þannig að skrifa hana lífur hérna. Bæði þetta með magn, hvar setjum við mörkin fyrir starfsleyfi, þetta er mjög góður punktur. Ég þarf að grafa upp meter sem meter, er það starfsleyfisskylt, eða ég þarf að grafa upp Faxaflóahafnir hérna, það er saman, sko. Þetta er alveg sitt hvort hluturinn og alveg eitthvað sem við þurfum að velta fyrir okkur. Sko dæmi sem ég hef með í huga, það er bara mengaður jarðvegur í Búðardal, þetta er 1 rúmmeter og hugmyndin getur, hvað heitir það, olíudreifing bara ekki tekið við þessu til meðhöndlunar, þarf þetta að fara í eitthvað rosalega, þurfa að fara í rosalega bírókratíu með það, sko. Þetta er alveg rosalega góð punktur. Og ég ákvað bara að taka það ákvörðun að það væri ekki mjög mikið mál að gera það, til þess að þetta allt gert og en ég er svo sem þá búinn að missa utanhaldið þetta, maður svona bara það þekki bara aðilana sem í þessu, þetta er svona meira traust dæmi, sko. Og það er það sem við græðum svolítið með starfsleyfisskyldunni. Við höfum umsjón með því hvað er gert, hvernig það er gert og hvert er útgangur. Það er það sem er svo mikilvægt að sérstaklega þegar verið að grafa og urða. Að verið að urða í Álfsnesi eða fer mengaður jarðvegur upp í Bolöldu eða í aðra landfyllingar. Þetta er svo mikilvægt sérstaklega til framtíðar að við höfum skrá yfir þetta til þess að þeirra næsta kynslóð eða þarnæsta kynslóð fer einhvers staðar að byggja einhvers staðar og svo allir bara hvað er hér. Þannig að við þurfum að taka svolítið ábyrgð og hafa svolítið stjórn á þessu þannig að þetta sé ekki líkt að vestur í hreinsunarmálum. Það er mjög flókið að hafa gott eftir þetta. Þannig að menn til dæmis svindla ekki á þessu. Það er gríðarlega dýrt að urða mengaðan jarðveg væntanlega og mjög auðvelt að svona skilin einhverjum tölvstöðum skýrslum hvað þetta varðar annars, sko. Það er eiginlega engin leið að halda utan þessu. Þetta er eitthvað bara sem við þurfum að vinna með og hjálpast að. Þið fáið inn miklu fleiri erindi heldur en við og við þurfum að hjálpast að og við viljum komast. Ég er alveg með svona sýn hvert við viljum fara, sko. Það tekur náttúrulega bara tíma og það er þetta að fá inn starfsleyfisskyldu en að kannski einhvern veginn að það sé gert samt tiltölulega auðvelt þannig að þetta sé ekki of þungt í bírókratíinu, sko, en að við samt höfum yfirsýn yfir, eins og ég var að segja það, hvað við að gera, hvernig við viljum að gera það og hvað við gerum við úrganginn, sko. Þannig að þið hafið yfirsýn yfir ykkar svæði, hvernig hlutirnir eru gerðir. Þannig að það er svona, en á ekki að þennan opaslega flókna bírókratíska hátt, það væri draumur, sko. Ég legg einmitt eftir ríkar hérna aftur, þau sem er undir landi. Ég legg eftir í að sko í starfsleyfinu þá höfum við ákveð á þess hvað er gert útgang. Höfum við ekki ákveð á þess. Það eru förðanleðarnar hér, með höndunarleðarnar hér, eru nánast engar. Við erum Álfsnes, við erum merkjum svæði sem hans olíumengan jarðveg á landi í síður. Eða olíumengan jarðveg á Suðurnesjum, Reykjavík kostar X mikið, Barkon kostar X mikið. Þetta er stóra vandamál í okkar umhverfi. Það er ekki til leið. En það er því, fyrst eins og nefnir að við höfum framtíð að sín og við höfum komið til með að breytast. En það er líka sko orsakaðli. Við höfum ekki sett kröfur að úrgangurinn fari á svona staði og þá er þetta til. Þannig og við höfum ekki gert nógu mikið af kröfum að það séu ráðgjafar sem eru teknir inn og þetta sé gert að þetta sé hreinsað í staðinn fyrir að grafa og urða. Þannig að þetta er svona, við erum svolítið að berjast í sjálf okkur að því við setjum ekki nógu harðar kröfur, þannig að þeir verða að finna sér, það verða að stofna, að finna svæði þar sem hægt er að losa sér við þetta eða verða að
búa til hreinsistöð fyrir þetta, þannig að svona, þetta svolítið þungt að koma þessu í gang, en við ætlum... Mjög gott, en til þess bara að hver ábyrgðin á þessum stöðum? Móttöku úrgangs sveitarfélög? Móttöku úrgangs, já. Það er sveitarfélög sem ber ábyrgðina því. Sem ekki kannski að búa til þessi aðstöðu. Hvernig getum við komið þá þeirri kröfum á úrgangshafan? Bara með þetta rétt að meðhöndum þegar sveitarfélögin ekki til þessi. Frambúð eftirspurn, sko. Ég að vona að þegar við tökum okkur saman og förum að setja harðari kröfur og setja kröfur, að þá verður að vona þetta komið svolítið svona, þegar það eftirspurn eftir þessu, að það fari að koma svona, já, boltinn rúlla svolítið auðveldar. Mér datt í hug bara varðandi ábyrgðartryggingar, hvort að þær viltu ekki koma bara sterkar inn í starfsleyfi, þannig að fleiri væri með ábyrgðartryggingar, þannig að ef að til dæmis það finnst síðar mengaður jarðvegur, þá sé það bara engin kostnað, það er bara trygging. Til þess að þetta bara fari frekar í réttan farveg. Þetta er náttúrulega gríðarlegur kostnaður, mjög, ég er svona aðeins að spá í þess að, já, hvernig að menn séu tilbúinir að fara í ferlið. Það er náttúrulega, sko, þeir rekstraraðilar sem það er vissir sem eru kveður ábyrgðartryggingu. Ég þekki ekki alveg hvað hún tekur á eða hvernig, en þetta er alveg verðt að skoða. Það er undir lögum varningin mengun hafs og stranda. Ef það ef það verður slík mengun, þá erum við með bráðmengun og tryggingu þar, en ekki þarna megin. Nei, en þetta er alveg samt eitthvað sem þetta er að hugsa sko. Þú skrifa niður. Fleiri spurningar? Ég langar bara að breysta og heilbrigðiseftirlit sömu sem það benda á að þetta leiðir notaði dag þegar þessa hugmyndir ekki sem við notaði á Stokksnesi og við gengum vel hér. Íshafi í dag fyrir eftirlit að hreinsa jarðveg með bólum. Mörg fyrirtæki á sumum sem vilja senda þetta í endurvinnslu frekar en urðun af því að það uppfyllir frekar umhverfisáætlanir. Frumkvæðin eru engin fyrir að gera það, hreinlega af því að þetta krefst stórs svæðis, það að vera náttúrulega vökuhellsplan tengt olíuskilju og lofta og hreinsa olíumengla mörg. Það er engar ívilnanir, lækkanir og gjöldum til framkvæmdir eða byggingar og svoleiðis stöðum. Að hreinsa til dæmis mengan þétt bújarðveg sem er búið að gera í stórum stílum núna á Íshafi. Verst að þessu þessari mánuði hendir frá kvöldunaröldum, þetta eru 34 mánuðir. Það mælist ekki verða með glussa. Það er 8-9 mánuðir grófur úrgangur, jarðvegur, jafnvel moldablandaður, þetta tölvöld lengri tíma. En þetta er allt hægt. Það vilja allir gera þetta. Frumkvæði hjá sveitarfélögum og ríkjum er engin í að fyrirtækjum þar í. Nei, en ég veit alveg að það er sem einkageirinn sko, það er áhugi innan einkageirans að stofna svona hreinsistöðvar. Hef ég alveg Við höfum fundið það. Við höfum alveg fundið það og þannig að ég vona að það eitthvað svoleiðis fari að gerast. Þetta virðist vera tiltölulega einfalt mál að gera þetta. Þegar þú ert með hreina olíu, þessi aðferð sem verkið sér að nota er alveg þekkt og virkar. Varst þú ekki með hérna? Eina að stutta spurning bara í leiðbeiningunum svoleiðis, hvort að þá munið ekki þá mögulega vera þá jafnvel með einhverjum leiðbeiningar varðandi þá kannski hugmyndir hvenær er æskilegast að fara bara í það að hreinsa jarðveginn og hvenær það að mókunum burti hugsa var stærðarmörkin svolítið. Því að stundum ef þetta er innan kannski eins og fórstætt að tala kannski bara einhverjir 10 fermetrar eða svoleiðis, þá er kannski það að vera að meðhöndla á staðnum kannski miklu meira vesend en þá frekar að taka einstaklega meðan þá ætla að staðar annars staðar ef þetta er gert. En það er hlutir sem eiga að koma fram í áhættugreiningunni frá ráðgjöfum. Þannig að þegar þið gerir frummat, þá komst þér niðurstöðu að þetta hér er mengun og hér er
hætta á ferð, þá á rekstraraðili að gera þessa greiningu og koma með tillögu að aðgerðum til ykkar sem þið síðan bara metið. Þannig að þið eigið ekki að þurfa að fara í þessa ákvarðanatöku heldur einungis að meta þessar tillögur sem koma frá rekstraraðila. Nú klukkan alveg að vera 12. Upptakan komin í gang, já. Já, þá ætlum við að tala viðmiðunarmörkin. Ég sem búin að skrifa þessar leiðbeiningar, viðmiðunarmörk, þið ykkar svona tækifærið og mikla löngun til þess að taka þátt með mjög gjarnan láta mig vita og ég sendi ykkur á þetta í smá rýni. Við erum búin að fá verkfræðistofu til að rýnda með okkur líka. Það væri rosa gott að fá smá input frá einhverjum af ykkur allavega. Þannig að sendi mér línu og þá sendi ég á okkur uppkastið. Þessi fyrirlestur eiginlega bara beint upp úr leiðbeiningunum eins og þær eru. Við erum búin á árinu að vinnast aðgerðina þessum leiðamörkum. Leiðbeiningarnar eru tilbúnar en við erum samt að vonast eftir að ráðuneyti geri örlitlar breytingar svona áður en að þær verða gefnar út. Þessar breytingar á reglugerðinni. En hvað eru viðmiðunarmörk? Þetta eru fyrirsatt náttúrulega mengaðan jarðveg og þau koma fram í viðaukanum í reglugerð 1400 frá árinu 2020 mengaðan jarðveg og þeim er ætlað að vera samanburður við niðurstöður efnagreininga á jarðvegi til að leggja mat á mengunina. Og þau eru mikilvæg líka til þess að geta þróað svona hlutlagt svæðislíkan, conceptual model, við þekki það hugtak. Og þetta er svona forsenda til þess að skilja svæðið, hver mengunin er. Forsendur viðmiðunarmarkanna, þau eru, eins og töluðum áðan, fengin úr hollenskum reglum. Bara gott. Þú glæðum okkur framan hugræfni. Já. Ef við tökum jarðvegssýn sem er svona blautt í sig. Já. Það þá að þurrka og taka þá greiningum. Eða er við þá að miða við reglugerðum vatns, Sko, náttúrulega, ef þetta er í vatns, þá náttúrulega þarf maður að fara til reglugerð líka, sko. En ef þú, það er oft á tíðum sýnið ekki endilega í nákvæmlega 90% þurrsýni. Það er oft mismunur og í sumum tilfellum getur maður þurft að umreikna tölurnar miðað við þurrefni. Það kemur alveg fyrir svo staða. Getur þetta skýrið með það svo blandaður gerðu? Já. Já. Það verður talað það umreikna þá? Já, og þá er það líka spurning sko hvort þessi reglugerð eigi við, af því að hún á við jarðlög, óhörðnu jarðlög á jörð og innan netlaga. Já. Þannig að það getur alveg þurft að vera svo aðstæða að maður þurfa að umreikna með tilliti til þurrhluta til þess að geta borið saman við á réttan hátt. Spurningu ótökustaðar fyrir allar þessar típur mengur jarðveg. Eru þeir til staðar á Íslandi? Álfsnes. Álfsnes. Það er fleiri. Álfsnes. Þeir vilja ekki taka mútið í kadmiummengun jarðveg, það er svo kannan það. Já, en þetta er svona frambúð eftirspurn vandamál, sko. Við þurfum að gera kröfur og til þess að það sé farið í þessa vinnslu. Ef það er ekki til staðar upplifið þörf í sveitarfélagum til þess að hafa svona úrgangsstaði, þá náttúrulega þeir ekkert að hafa fyrir því að koma þeim á laggir. Þannig að fyrirtæki sem með kadmiummenga jarðveg, þeir eru í pattstöðu, það er enginn tökum út og svo þetta ekki það segja. En þá er kannski staðan svo að það þurfa að hreinsa jarðveginn in situ. Það er til aðferði til þess að hreinsa kadmium. Já, við erum búin að finna það, sko. Þannig að þá
þá ertu komið með spillefni í staðan fyrir jarðveg, sko. Engar leiðbeiningar á íslensku tíma. Nei, ég get bent þér á góða síðu með sænskum rosalega góðum leiðbeiningum. Það ekki íslenska eitthvað að þessum leiðbeiningum og það hægt að benda fyrirtækjum á leiðir. Jú, það er hluti af því sem við erum að vinna í með þessu leiðbeiningu. Það er sem stendur í reglugerðinni að við eigum að gefa út leiðbeiningar meðal annars það var eitt sem var svona hreins, meðhöndlun jarðvegs. Já, meðhöndlun jarðvegs og... Þannig að, já, en ég get bent þér á, sem sagt, góða, sendi mér línu og ég skal senda þér tilbaka þessa, síðu. Það er svona samantekt á hvað hreinsunar gerir virka fyrir hvað tegunda mengun og hvað tegunda jarðvegi og alls konar. Fyrirtæki var búið að skoða þetta, en það heldur engan í að skoða þetta námlega til að þarna mengaða jarðvegur víst mjög krabbameinsvaldandi. Það er líka enginn búin út. Nei, og það er alveg á mörgum stöðum kadmíummengaður jarðvegur. Það er kadmíum var mikið notað til dæmis í viðarvörn, kopar, kadmíum og arseník til dæmis, þannig að það er það sem hefur mikil viðarvarnar vinnsla. Það getur til dæmis mikið kadmíum. Þannig að þetta er alveg vandamál sem við höfum svona fram fyrir okkur og komum til með að lenda á. Þeir geymir þetta bara ennþá þannig til að ég fæ að gerðist. En ég meina það, sko, þeir þurfa náttúrulega bara að fá sér, ráðgjafa sem er tilbúin. Það er alveg örugglega einhverju landinu, þessar stóru stofurnar sem er tilbúin að taka það sér. Þeir voru búinir að kanna þetta og þeir endur, það var á þannig vega að það vantaði frekari leiðbeiningar og ráðleggingar á einhverjum stofnum. Ég hafði samband með það, þetta er bara ennþá í geymsluðum og lokuðu svæði, sem þetta getur ekki menga meira kostum. En við getum tekið samtalið. Samtalið. Það ekki? Talaðu við höllum þetta semst. Já. Við erum stóð með spurningum. Nei? Já, við erum þetta fengið úr hollenskum reglum og þetta er sett fram og þau viðmið eru sett fyrir þess hollenska staðarjarðveg og við sjáum náttúrulega öll hvaða vandamál koma með því. Þetta er sett fram fyrir jarðveg sem inniheldur 10% lífrænt efni og 25% leir. Og já, ekki eldfjallar jarðveg. Af hverju hollensk? Var það einu sem voru með þessi gildi? Nei. Ég bara get ekki svarað því. Það eru til mörg önnur. Þau eru reyndar mjög vel unnin þessu hollensku gildi. Þannig að já. Síðan tíma tók ég samtala við þennan sem að líka. Hann sagði að hollendingar væru svo framalega í þessum jarðvegsmengunarmálum þess vegna bæri það færi til hollensku gildi. Hann tók ekki hljómsum með þetta að við erum íslenska jarðveg og það er gildi að alltaf gildi. Samansvæðir einnig að hann sláðist þetta. Þetta er skýringarsveitum. Já, ég hef alveg heyrst hana líka, sko. Þannig að, þetta er, en, þetta er betur en ekki neitt. Við höfum eitthvað miða við, við höfum bara að horfa jákvætt á það og þangað til við höfum miðmið sem eru fyrir íslenska jarðveg, þá höfum við allavega einhverju viðmið. Þetta er það er til íslensk sýni, á íslenskum jarðvegi, þetta jarðvegi bátum tegundum íslensk jarðvegs. Já, jarðvegsstofnun Evrópusambandsins. Það var sýningur 2009 Rannsókn Dassið sem var þetta verkefni að greina landsefni og þá voru nú umræðum að við myndum fara inn í frekar samstarf við Evrópusambandið og slíkt þetta upp fyrir og þín ennþá í geymslu þarna hafa ekki verið. Veistu hvar maður kemst í þessar niðurstöður? Það er ekki niðurstöður. Það er ekki til. Já, nákvæmlega. Já, ég vissi af þessu. Já, ég mitt. Sýnir eru til, þá er bara fjármagn til þess að geta skreining og verður maður þessi uppverð fyrir okkur. Já, það Er ekki líklegt að íslenskur jarðvegur myndi halda betur í sér þessum efnum heldur en eldfjalla jarðvegur? Svona almennt, eins og hann heldur betur í sér áburðarefnum? Ég bara þekki það ekki alveg, sko. Það er það hefur svolítið með sýrustig að gera líka. Og mismunandi, sumir málmar vilja hafa súrt og aðrir ekki. Þannig að það er eitthvað sem að þyrfti einmitt að skoða með bara hvernig er jarðvegurinn okkar.
Veistu, auðvitað dýrt fyrirbæri að rannsaka þetta mjög? Ég þekki það ekki. Það er alltaf búið að fara þá vinna samkvæmt sínum en búið til. Það var í rannsóknar. Já, það væri mjög athyglisvert, sko. Einn spurningin er líka með landnotkun íbúðarsvæðis að það væri þá bara leikskólalóð þess vegna. Það er skilgreint, já, leikskólalóð er innan landnotkunarsvæðis. Hvað segirðu? Það væri engar sérstakar kröfur þar eins og ég held að Bretarnir séu með það, þá eru þeir með svona fleiri flokka. Já. Það er ekki þá strangara heldur íbúðarsvæði. Jú, þannig En þeir eru aftur á móti ekki með sömu jafn strangar kröfur og hollendingarnir. Nei. Þeir eru með miklu veikari kröfur á svona almennt. Þeir Bretarnir hugsa þetta öðruvísi, sko, þeir hugsa, sko, hvað drepumst við ekki af? Já. Og meðan hollendingarnir hugsa, hvar erum við öruggum en við veikimst ekki? Það er svona, að mér finnst mikið betri hugsunarháttur á bak við þetta í Hollandi heldur en Bretlandi. Þannig að þó svo að Bretarnir skilgreindu öðruvísi og eru með fleiri flokka, að þá allan að finnst mér nálgunin á því hvernig sem sagt, viðmiðunarmörkin er hugsað í Hollandi eins og ég myndi vilja hafa það. Þetta var þessi bakgrunnsgildi það er gerð rannsókn í tengslu við hreinsun á einhverju jarðir Keflavíkurflugvelli hersins. Það var tekið bakgrunnsgildi við suður á Vog og Vatnsnesum, Reykjanesbrautinni þar. Það er til niðurstöður hérna, þannig við þekkjum þá það svæði. Að finna þessa skýrslu aftur. Já, ég tek á móti öllu svoleiðis, mjög hamingjusöm. Hvað er frumkvæði varðandi þessi ógreindu sýn? Hver var frumkvæði að gera eitthvað í þessu mót? Ráðuneytið. Eða uppfæra hérna eitthvað? Það er þá eitthvað sem við þurfum að taka upp með ráðuneytinu, sko. Ég hef heyrt talað um þessi sýni, ég vissi ekki að þau væri til ennþá. Ég vissi að þau hafi verið tekin og verið send út og svo hafi ferlið stoppað. Þannig að ég veit ekki hversu gömul þau eru. Já, en þá þarf að taka þau aftur, sko. Já, en þá þarf að taka þau aftur ef þau eru svona gömul, sko. Yes. Já. Já, svo ætla ég að segja hérna, ég reiknaði þess að út, sko, þessi tafla þarna, hún finnst mér mjög svona, hún kannski pínu flókin að skilja allar í textanum kannski í leiðbeiningunum, en ég reiknaði út hérna viðmiðunarmörkin, af því að nú náttúrulega, af því að þetta er íslenski jarðvegur, þá þau var ekki hægt að taka öll hollensku viðmiðunarmörkin beint, heldur af því að það bara að vita að viss gildi eru hærri á Íslandi, bakgrunnsgildi, þannig að fyrir nokkur gildi þá var bara hækkað margfalda með 2 og 3 til þess að við erum allavega ekki undir bakgrunnsgildunum. Og þá reiknaði ég út, sko, hvert er þá verndargildið í þessum viðmiðunarmörkum og hvað eru þau að vernda. Og fyrir landnotkun íbúðarsvæðis þá er þessi gildi eru þá að vernda okkur fyrir öllu nema langtímaáhrifum og heilsu, flóru, jarðvegs og grunnvatn. Og landnotkun atvinnusvæðis fyrir það sama nema, eða þau vernda samt fyrir langtíma heilsu. Þetta er mjög viss sænskir útreikningar hvernig þeir reikna þetta og þar er munurinn, sko, akkur langtíma heilsa er ekki vernd á íbúðarsvæði en vernd á atvinnusvæði, þá ger ég ráð fyrir að á atvinnusvæði sé fólk svona í 8 tíma á dag. Og þá er verndunin með þessum mörkum næg til þess að vernda gegn langtíma heilsu. En af því að það er búið að hækka gildin á sumum efnum, þá dugar það ekki til þess að vernda fyrir langtíma heilsu á heimilinu þar sem fólk er allan daginn, alla nóttina, börn eru út að leika sér og borða sandur úti og svona, sko. Þannig að þetta er svona gott að hafa svona í bak við eyrað það. Þýðir þetta þá sem tafla hvort að þetta eigi við þessum viðmiðum? Það er bara ekki alveg. Nei, þetta er rauninni sýnir okkur hvaða áhrif þessi gildi eru að hafa því við hækkuðum gildin fyrir sum efnin með við hollendingana. Ef við hefðum tekið þau óbreytt
þá hefði verndir verið fyrir allt saman, það hefði verið já á öllum svæðum. Já, svo því þá Að þessi viðmiðunarmörk að vernda okkur, vernda okkur gegn, við eigum ekki að verða veik á því að borða jarðveg, við eigum ekki að verða veik á því að koma við hann eða fá ríka húðina. En að því við þurftum að hækka sum gildin, já, og þau eru í staðar í meira magni á Íslandi því við erum eldfjörlega heldur en í Hollandi. Þegar bakgrunnsgildin okkar eru hærri. Hvað er bara svo grunn tilgangur með lögunum sem hollustuhætti mengunarvarnir, þótt að sé til staðar efni sem enginn setti þar og samt skaðlega ákveði heilsufólks. Hvernig það tæklað þótt að hafi verið þarna, ég meina eins og bara þó það sé ekki asbest á þessu landi hérna, en eins og svo það sem svona skaðlegt til staðar, það er alveg mikið vandamál. Algjörlega, en asbest náttúrulega ekki verið í bakgrunnsgildunum. Nei, þú kannski dæmis. Já, en aftur á móti þetta á við blý og kadmíum til dæmis, sem eru há á Íslandi, en við getum samt ekki sett kröfuna lægri heldur en bakgrunnsgildin eru. Nei, en ekki einhver svona vinkill upp á það bara, eins og til dæmis bara varðandi upplýsingarflæði af því að þetta ættar sem til staðar og getur komið slettingu við þetta, en það kannski passar ekki ef það ekki að láta neitt fjarlæða þá er allt einhvern veginn að dressera svona megin markmið með lókum. Já, sé ekki alveg hvernig, já. Þú veist bara, tilgangurinn náttúrulega byggja fólk í heilnæmt umhverfi. Jú. Við getum ekki gert að heilnæmara heldur en að bakgrunnsgildin gefa okkur möguleika til, sko. Nei, bara þetta þurfi þá ekki verið eitthvað svona verandi upplýsingagjöf að fólk getur gagnagrunnin, það sé þá allan að vitað að þarna náttúrulega hættulegt umhverfi, að þær upplýsingar setjast. Já, það er að skrifa þetta niður. Af því að þú veist, annars væri kannski fullt af stöðum sem væri kannski við einhverjum mögulega hættu, en... Já, svona þú ert að tala um svona lokal svæði með, þú veist, lokalt berg með mjög háu kadmíum. Já, það er ekki eðlilegt að það væri í þetta gagnagrunnin þessar upplýsingar. Þetta er mjög rosalega góð hugmynd. Það sé ekki að gera kröfur þetta að taka það. En þá vitum við kannski, við erum ekki að fara að setja leikskóla hér. Já, til dæmis. Það er alltaf markmið með lögunum byggja heilnæmt umhverfi fyrir, já. Má ég spyrja? Algjörlega. Nei, sko, ég er með mjög rúman tíma, þannig að ég gerði ráð fyrir að það kæmi nóg spurningum. Sko bara svæði sem ekki er íbúðasvæði og ekki atvinnusvæði, þú veist, vegir landsins eða... Þeim inn á það aðeins svona. Við tröfum það líka. Eins og kadmíum og svona, þessi mengun, hún getur verið laus í jarðvegi. Það getur verið misbundin. Algjörlega. Þannig að þó að sé há gildi, mælinni gildi, þá þarf ekki að vera hættulegt líf. Það er hægt að mæla sko, lífleysanlegt efni. Hvað er aðgengilegt? Það er bara sér mælaðaferð sem er notið við það til þess að mæla hversu mikið þú getur tekið upp af, þú veist, eins og segir, skilur, þó að sé hátt gildi þá þarf það ekki endilega vera hættulegt fyrir okkur. Já, þannig að, þú veist, ef maður er að vara við einhverjum svæðum, þá er þetta að taka tillit til þess. Hérna, flokkarnir. Þetta er landnotkunin, íbúðarsvæði, þetta er byggt á reglugerð skipulagsreglugerðinni. Og ég setti þetta upp bara svona til þess að einmitt að það séu fleiri flokkar heldur en bara íbúðarhúsnæði, almenningsgarðar, íþróttasvæði. Og þá er þetta dálkurinn sem er í reglugerðin okkar mengaðan jarðveg og dálkurinn hægra megin er reglugerðin skipulagsreglugerðin og hvað er meint með íþróttasvæði. Það er íþróttaaðstæður, skeiðvellir, hesthúsabyggð. Já. Hvað er vegakerfi í þessu? Það er nefnilega ekki með. Það kemur að því samt. En það eru stjörnumert 3 svæði. Þetta er ástæðan fyrir okkur ekki búin að gefa reglurnar, við erum búin að hafa samband við ráðuneytið og við erum búin að breytingu á þessum svæðum. Mér finnst ekki að aksturs íþróttasvæði, skotæfingasvæði og hálendið eigi að vera mér finnst þetta að akstursvæðin og skotæfingasvæðin eigi að vera á iðnaðarsvæði og hálendið og hvað var það fleira eigi að vera á íbúðabyggðinni, ekki að
setja hálendið undir sama hatt og höfðan. Já, opið svæði heiðarafréttir, Já. og svo ekki skógræktar, ég man ekki nákvæmlega. Já. Þetta var allavega smá svona, mætti flokka þetta betur en þetta flokkað í reglugerðinni, svona með tilgang lagan og svona leiðalösa þetta og bara smá svona skringileg. Líka eitthvað svona samflokkur sem þá öllu restin á landinu sem ekki tilgreint sérstaklega? Fyrirgefðu, og tölva mín fór í flikk hérna, ég misti að þér. Hvað þeir? Þetta alveg tæmandalisti yfir svæði á landinu samkvæmt skipulagi eða líka eitthvað svona samflokkur fyrir allt annað? Sko, hérna í reglugerðinni. Nenni að hringja á hann hérna Hauk. Ég er komin í, já. Fóðum ít að taka hann. Það er svo oft kannski að vinna í tengslu við eitthvað svæði sem ekkert endilega skilgreind sem eitthvað ákveðið. Já, það eru, ég held að það séu öll svæðin sem eru í skipulagsreglugerðinni eru, held ég, í ægisum lista. Í reglugerðinni, þá er þetta flokka sko landnotkun íbúðasvæðis og svo kemur landnotkun atvinnusvæðis, önnur landnotkun en landnotkun íbúðasvæðis. Þannig að fella allt undir sko atvinnusvæðin. Þannig að það faktiskt þegar svo tellar upp nokkur flokka, þannig að það fellur allt undir þá, okkur finnst það bara svona skringilegt því að þá er sko fellur allt undir sama atvinnu. Allt undir, óbyggð svæði falla undir atvinnusvæði. Ok, þannig að það er einkenni. Skilgreind sem atvinnusvæði. Allt sem er ekki íbúðasvæði, það er atvinnusvæði. Á að falla undir sömu landnotkun. Samkvæmt hvernig stendur í reglugerðinni eins og þetta er bara í viðaukanum sko. Þannig að þú er komin út fyrir iðnaðarsvæði út í eitthvað sem ekki alveg skilgreind. Það er skilgreind sko, það er tveir flokkar, atvinnusvæði og íbúðasvæði. Íbúðasvæði er talið upp sko hvað gildir í því og svo í atvinnusvæðin stendur allt sem er ekki, þetta og þetta er atvinnusvæði og allt sem ekki er talið upp sem íbúðasvæði. Þá er rauninni bara öll restin af landinu með hærri viðmið Já. Af því að Þú veist, þetta er skrítið. Já, þannig að þetta er það sem vorum bæta á og var kannski ekki alveg... Það var ekki eðlir að það væri öfugt. Já, þetta er... Þetta er íðurflokking. Já, það mætti klárlega eins og... Það er bara... Já, ok. Þetta er gildi núna. Já. Ok. Mér finnst það hjálpa lítið að vera með þessa frekar skilgreiningu eins og að íþróttasvæði, það sé hesthúsasvæði og það sé þetta og þetta. Af því að það segir sér alveg sjálft að íþróttasvæði er bara íþróttasvæði með alls konar. Já, samt sko, já, en eins og skipulagsreglugerðinni þá setja íþróttasvæði er meðal annars skotæfingasvæði og akstursíþróttasvæði en aftur í skipulagsreglugerðinni. En hjá okkur fellur íþróttasvæði undir íbúðasvæði. En mér finnst bara alls ekki skotvellir eigi heima í sömu skilgreiningu og leikskólar og skólar og fjölbýlishús. Þannig að þess vegna er við einmitt. Þess vegna er verið að taka þetta svona sérstaklega að telja til. Já, takk. Minnst það maður, var það þetta sem við varum að horfa á? Já, þetta er glærur. En ég sé ekki, ég sé mér sem glugga þarna. Já, það er spurlega það. Það er rosa gott að hafa svona. Hauk í horni. Hann situr út í horni, sko. Bara einta mjög svo. Já, þetta var bara. Ég var búin að vara hann við, hann þyrfti að vera on call hérna. Já. Það er ekki hér. Oh, thank you. Við vorum þessari fyrir. Já, þessu. Gerði smá svona. Alveg. Nú er það. Takk fyrir. Hringi bara aftur næst. Varnarsvæðin. Hafnarsvæði. Algjörlega. Þetta er það sem kemur í skipulagsreglugerðinni. Nei. Þannig að þetta er svona, það verður athyglisvert að sjá þegar þið fáið þetta í rýndi, sko, finnst ykkur þetta betra eða verra, þú veist hvernig þetta er sett upp. Það er svona svo mikilvægt, finnst mér að fá ykkar sjónarhorn á þetta. Þetta er þið sem þurfa að lifa með þessu. Vantar það ekki miðsvæði? Nei, ekki segja mér þetta í aftur. Bye. Er þetta bara eitthvað glæruð?
Já, já, ég veit ekki alveg. Þetta svo flókið, sko, ég skil ekkert á þetta. En svo, já, umfram þessu svæði, þetta er þessar 3 svæði, þessi sem ég búin að tala sem að Umhverfisstofnun telur rétt að hafa í huga þegar við erum að nota reglugerðina. Og það eru afþreyingar og ferðamannasvæði, vegir, götur, stígar ásamt varnar- og öryggissvæðin. Þetta er ekki í reglugerðinni, en á kannski ekki endilega alltaf heima á iðnaðarsvæði, eða landnotkun. Já, það er ekki alveg undir landnotkun atvinnusvæðis í öllum tilfellum, þó svo samkvæmt reglugerðinni sem er orðuð í dag myndi að falla þar undir. Svo öll svona óskilgreind svæði kom ekki sérstaklega fram. Og við erum búin að senda það til ráðuneytisins að opin svæði, skógræktar og óbyggð svæði í reglugerðinni eiga ekki alveg heima þar sem við erum sett, þannig að við erum bara að bíða eftir svörum. Og er hann þarna frammi? Haukur. Aftur. Það er bara það lítur vel út. Ég vil ekki sjá þetta. Heyrðu, ég veit ekki alveg hvað gerast. Nei. Já, ég ætla bara að vera í salnum með ykkur. Já, þú fáðu bara sæti. Þú mátt loka hurðinni líka. Já. Já, en við ákvörðum það hvaða landnotkun við miðum við. Þá þurfum við að hugsa hvaða landnotkun er til staðar í dag. En við þurfum líka að hugsa aðeins til framtíðarinnar. Er þetta svæði í umbreytingu? Er verið að skipuleggja? Verður það? Getum við hugsað okkur framtíðinu að það verði skipulagt öðruvísi heldur en það er í dag. Við getum þá kannski ekki endilega gert kröfur að hreinsun sé miðað við framtíðina, en það er samt mikilvægt að hafa það í huga í vinnunni. Í þeim tilfellum sem að sýnataka á bakgrunnsskildunum sýnir fram á með óyggjandi hætti að svæðin sé með hærri bakgrunnsskildi heldur en viðmiðunargildin reglugerðinni, þá er ekki hægt að gera kröfu að hreinsa sé nema að bakgrunnsskildunum, þar sem reglugerðin tekur ekki á mengun af náttúrunnar hendi. Þannig að í þeim tilfellum þar sem að viðmiðunargildin eru lægri heldur en bakgrunnsskildin, þá getum við ekki gert kröfu meiri hreinsun heldur en að bakgrunnsskildunum. En þetta krefst alveg mikillar rannsókn. Við getum ekki gilt bara hvaða niðurstöðu sem er að þeir segja, jú, við fórum 5 metrum utar og tókum sýni og það var jafn hátt. Það getur verið mengun sem hefur dreift sér. Við þurfum að ráðgjafinn sem gerir þessa rannsókn, hann þarf að sýna fram á með óyggjandi hætti að sýnin sem er tekið er, sem sagt, óraskað og representable, kann ekki íslenska orðið, fyrir þetta svæði og lýsandi fyrir svæðið. Þannig að það krefst alveg mikils frá rekstraraðila eða ráðgjafa til þess að við getum samþykkt það, en aftur á móti vera viðurkenna það að viðmiðunarmörkin okkar er ekki fullkomin. Þannig að svo er þetta skemmtilega orði í viðmiðunargildunum, jarðolía. Vitið þið hvað jarðolía er? Saumolía. Ég er búin að skoða þetta mikið og leita og bera saman og ég komst allan að þeirri niðurstöðu að jarðolía er það sem að rannsóknarstofurnar tala sem summan af greinóttum og ógreinóttum alkunum. Þetta er bara 4 mismunandi skilgreiningar á jarðolíu. Þetta er allt sami hluturinn. Olíuindex, summan af C10 til C40, total petroleum hydrocarbons, TPH, C10 til 40. Þetta er þessi keðja sem að rannsóknarstofurnar mæla af kolefniskeðjurnar sem eru á stærðinni 10 til 40. Það er það sem að
já, við skilgreinum sem jarðolíu. En það sem sagt algengustu kolefnin sem að finnast í olíu bara úr tekur hana fram. Það eru ekki léttustu bensínin eru þar aðeins neðar sko, en mestur hlutin af kolefniskeðjunum í bensíni falla innan þessa. En dísilolían og mótorolían og allt þetta er innan þessa. Sem er unnið. Já, þessar allra léttustu eru fjúka þarna út. En það eru hvað sem við getum eiginlega ekki greint því að þær eru svo rokjafnar, þær eru hvað sem löngu farnar úr sínunum þegar þau eru rannsökuð. 92 eða eitthvað oktan er ekki kolefnisfjöldin eins og ég held. Ég man ekki alveg, þetta, já að veit þetta sko. Þetta er slagafjöldi, þetta er ekki kolefnisfjöldi sko. Nei. Hvað sér, orkueining, já. Er þetta skilgreining úr reglugerðinni? Nei, þetta er skilgreining sem ég set fram í leiðbeiningunum sem að, bara þannig að við getum öll unnið eftir sama, þannig að við skilgreinum öll hvað er jarðolía, því að, þegar við fara eftir þessu leiðbeiningum, áður en að ég byrja á þessari vinnu, þá er ég búin að fá fullt af símtölum frá ráðgjöfum sem hringja og spyrja, hvað er jarðolía? Hvað er verið að meina? Þannig að Er ekki jarðolía eitthvað sem kemur bara úr olíulind, bara óunnið? Í mínum huga er það, sko. Er þetta ekki bara einhverja auka skilgreining? En sko ef þú tekur sýni og það er bensínstöð sem var að leka og þeir eiga að uppfylla skilyrðin í reglugerðinni 190 milligrömm á kíló jarðolíu. Hvernig ætlar að rannsaka, hvað ætlar að biðja rannsóknarstofunum að rannsaka? Hvað ætlar að bera saman við? Það er rauninni þetta sem ég er að segja. Þannig að ég er búin að ræða mikið við verkfræðistofur hvernig við höfum að hugsa þetta sko. En þetta er bara tilbúin sýnatökupakki hjá þessum stóru rannsóknarstofum, Eurofins, Alcontrol, Sýnlab, þessu stóru á Norðurlöndunum, þá er þetta olíuindex er. Er þetta þá verið olía sem þess að þetta sýna? Þetta er svona safnsýni þar sem þú færð flestar olíurnar. Þú getur líka tekið C8 til C10, C8 til C12, C10 til 14 skilurðu. Þú getur alveg greint það niður á minnisýni. Ef þú vilt vita var þetta bensín eða var þetta dísil, þá þarfst að taka allan pakkan. Þetta er með ástofi vídeo á Íslands. Það eru þessar tegundir af olíu til samanburðar og þegar við komum síðan á það þetta því að upplýsingum hvað er líklegast. Hvað mengunna er líklegast. Algjörlega. Og það er þú náttúrulega þarft að, ef þú vilt fá að vita hvers konar olíu þetta er, þá þarftu náttúrulega að taka þannig rannsókn, sko. En þetta er þessi olíuindex er svona, því að það er ekki reglugerðinni eins og til þeim sem að ber saman við Svíþjóð og Noreg, þá er talað um styttri keðjur, þá er viðmiðunarmörk fyrir þessi C8 til C10, C8 til C12, en við erum með jarðolíu. Hvað kallast þetta á ensku, jarðolíu? Hvernig þetta er í hollensku viðmiðunum, þá heitir þetta, það er eiginlega bara, Þetta er ekki krúdói. Nei, ég man ekki alveg hvað það heitir. Það er með að ef þú skoðar þessi hollensku viðmiðun, þá er eitt svona sem heitir eitthvað, sem var bara beint sem jarðolía. Earth oil. Já, þannig að þetta er svona standard rannsóknarpakki sem notaður er í Evrópu, þannig að eins og segir, ef maður vill vita hvers konar olíu er, þá er náttúrulega ekki hægt að nota þessa skilgreiningu. Þá þarf maður að mæla minni keðjur. Þetta orðið það þarf að nota í samhengi við. Þetta orð kemur í viðaukunum. En það er ekkert útskipt neitt frekar. Nei. Það er bara alveg eins og. Það er bara jarðolía, íbúðarsvæði 190 milligrömm á kíló og atvinnusvæði 500 milligrömm á kíló.
En það stendur ekkert hvaða tegund af jarðolíu eða hvaða... En ef maður notar það þessu svona áframhaldskýringu væri og allt undir sér 10 bara ekki mér einverk. Já, en sko þau sem eru svona létt, þau tolla ekkert í jarðveginn. Þau gufa svo hratt upp. Það því jarðveginn að Þú nærði ekkert haldið í brúsanum svo auðvitað lengi. Þú ert búin að hafa opna brúsan og hafa hann, þá er það er lyktin sem þú finnur, sko. En það er lyktin sem þú finnur, það eru léttu. Já, ég skil. En hvað gerum við ef það eru ekki til íslensk viðmiðunarmörk? Eins og þú sjá, listinn er ekkert rosalega langur. Það er einungis 27 efni á listanum. En vísa til þessara beinum hætti í reglugerð. Hvað segirðu? En vísa til þessum beinum hætti í reglugerð með að reyna að nota ef það er ekki til íslensk. Nei. Þetta er bara hugsað fyrir okkur og fyrir ráðgjafa að hvert eigum við að leita því að það er til alls konar önnur mengunarefni heldur en þessi 27 á listanum. Og þó svo að þau koma ekki fram á listanum, þá geta þau samt menga jarðveginn og við getum þurft að taka tillit til þeirra og vita hvað þýðir þessi tala. Ég meina, 27 milligrömm af einu efni er kannski ekki hættulegt, en á meðan það getur verið 27 mikrogrömm af öðru getur verið bara mjög skaðlegt. Þannig að þetta er sett fram sem bara hvert við getum leitað til þess að skilja niðurstöður. Það er viðmiðinu ekki til notið, En við þurfum samt að tryggja heilnæmi og það er mjög margt sem er mengandi þó það sé ekki á þessum lista með 27 efnum, þannig að við getum alveg með óyggjandi hætti sýnt fram á að þetta er mengun sem þarf að fjarlægja þó svo hún sé ekki á þessum lista og svo er hægt að diskutera fram og tilbaka, eigum við að horfa viðmiðunarmörk frá Noregi eða eigum við að horfa á Nýja-Sjáland, þannig en mengunin og okkar krafa að vernda. Já, algjörlega. Þess vegna getur ekki sagt bara við einhvern að þú bara heimsækjum og jarðveg og fórstu. Nei, en sko þess vegna þarf maður stundum að fara svona ræða að fá rekstraraðila. Ég hef mjög oft lent í þessu líka, sko, að þetta er alveg, ég tala rosalega mikið Svíþjóð, ég vann þar sem mengaði jarðveg í 10 ár, sko, og oft lent í þessu einmitt, sko, að þeir eru við sem aðeins lengri lista heldur en við, hvort það sé 42 efna þeirra lista, en það er samt fullt af efni sem er ekki á þeim lista og það er samt, sko, að þó svo að við kannski gerum ekki kröfuna beint, að þá er þetta samtal við ráðgjafann sem að þeir nota, að ráðgjafinn setur fram eins og kemur fram í reglugerðinni að þeir eru að koma með áhættugreiningu og tímasetta úrbótaáætlun, að við erum búin að eiga þetta samtal þannig að ráðgjafinn kemur með fyrir hönd rekstraraðila áætlun og að eiga samtalið að þeir setji þessi efni inn, þannig að krafan ekki koma beint frá okkur, heldur eru við að samþykkja þeirra úrbótaáætlun. En eins og það var dæmi það sem að tókmál og svo liggur þetta brenda þarna áskurðurinn. Þetta er náttúrulega ráðgjafi sem eru á launum hjá rekstraraðilanum og væntanlega er oft mjög mikið kostnaður fyrir þessu, þannig að við viljum gera við og við grafa með þessu. Ef við kannski nú þegar að tala eitthvað við ráðuneytið að skerpa á þessu. Þú meinar að setja inn það í reglugerðina að við getum gert kröfur samkvæmt öðrum viðmiðunarmörkum? Skotsvæðið, þá var sérstaklega vísað í erlend viðmið, svo voru tekið út og nú kannski að taka það aftur inn og það virkilega gerir viðmiðin. Þetta er alveg góð punktur. Lögfræðingur skrifar það niður. Sko, halda ofta svona fundið, fullt af góðum punktum.
Ég kem örlítið inn á þessi hollensku gildin. Það náttúrulega liggur svolítið beint við ef við erum að fá niðurstöður að bera saman við þessu hollensku gildin. Hollenski listin miklu lengri heldur en þessi 27. Við tókum bara inn þessi algengustu þungmálmanna og bara örfá atriði. Þannig að þá uppsetningin á reglugerðinni tæmandi forsetum en ekki einhverju almenni viðmið sem þá matskjöld að bara ef við erum eitt vera minkaður saman að veldur. Hann hugsað þannig að ef hann mengar þá áttu að hreinsa niður að því sem að var áður en hann mengaðist. Já, en eins og því að það bara efni eru okkur til og okkur fleiri en það sem kemur á listanum. Þá engin, tekur þessi reglugerð í rauninni ekki til efna sem eru utan listans? Eða engin úrræði önnur en bara almennu tilmæli heilbrigðisfulltrúa? Já, nei. Við þurfum eiginlega að skoða þetta aðeins með þeim. Já, en eins og þá bara líka til dæmis, eins og núna kannski svolítið ekki staðar með einhverjum blussa og þetta búin að rannsaka það, en við eðlilega gerum kröfum að það sé fjarlægt. Við vitum að það sé einhvers konar mengun. En glussin mælist sem jarðolía, sko? Já, en þú veist, þó við séum ekki búin að mæla hann, þá svona í praxi hugsa maður ekki nú sens að geta bara láta fæla í það. En ég þá rauninni strax til tekið ekki hægt að gera kröfuna fyrir það að búin að mæla það. Já, ef að segjum það svo að... Nei, sko. Já. Það náttúrulega svona markmiðsákvæði ofta svona ákveðlega sterk, sko. Þetta markmið með þessu saman. En svona... Viðbendingum á var það upp til mengun. Það var að gera og bregðast þeim aðfæði. Það er náttúrulega alltaf að taka það sem sko bráða fljótandi og það er náttúrulega slökkvilistjóri. Ef það er bráðamengun er náttúrulega slökkvilistjóri. Ef það er ekki bráðamengun þá kemur það okkur bort. Nei, þá er hann bara hella. En það er náttúrulega ekki mengun á jarðvegi og meðan það er á götunni, þannig að það er lögreglan sem að, ef það er umferðarslys til dæmis, sko, þá er það kemur slökkviliðið og hellir á svona, veit ekki hvað heitir. Já, bara til dæmis, og nú erum við að fara að reynsa, það var eitthvað sem það er greinilega verið að keyra á Vesturlandsveginum og finnum að leika glöss í hjánum og svo keyra hann inn okkar malaplan og það er verið að klárast þar út og svo farið. Og flokkast það þá sem bráðamengun? Nei, ekki ef það er yfirleitt ekki það miklu magni að það geti flokkast sem bráðamengun. En við höfum það almennu bræðið til að hensa það. En ég ekki heldur, það myndi heldur ekki vera bráðamengun ef þú ert að grafa eitthvað og kera niður á olíu. Nei, bráðamengun er, eins og ég sé það, með olíubíl sem að lendur á hliðinni og það fara 15 rúmmetra niður. Eða þó að sé mikið minna og bara innan vatnsverndarsvæðis. Mengun sem verður skyndilega, það er ekki skyndilega og það er búin að vera lengi ekki stað og krefst tafarlausra aðgerða. Svona náttúrulega, eins og sem að það túlka þetta af með eins og myndi, sko. Þetta er alltaf skilgreining sem stendur bara í reglugerðinni. Þannig að það er kannski að bera svolítið sama við það. Það er með sín. Á einhvern tíma? Heyrðu, já, ég á hann. Þetta þinn sín? Já. Hvað klúpaði við honum? Heyrðu, hann lá bara hérna frammi og hún kom menn hérna sem situr á Lindarborginu og spurði á undanrýmni. Já. Ég sagði ekki að spyrja. Takk. Ég var að hugsa upp á það sem ég er að pæla í svona hreinlega möguleika á bara að malbika yfir eitthvað svona mengað dæmi. Þetta er bara einhver þannig jarðvegur sem að gæti nýst sem bara uppbylling undir til dæmis bara vegaframkvæmd. Er einhver svoleiðis möguleiki til staðar? Af því að
Þetta meina að grafa hann upp á einum stað og nota hann sem undirlag Já, bara skella honum undir malbik og svo bara er hann þá bara þar, Sko. Því að það er náttúrulega hellingsolía í malbikinu og... Já, sko náttúrulega í vegum getur náttúrulega notað gildi fyrir landnotkun fyrir þessi atvinnusvæði sem náttúrulega hærri heldur ef þú ert að grafa upp út af undan húsi og það yfirgildum, þú ert að hreinsa þú ert að fara að byggja einbýlishús þá þarftu að grafa það og losa þig við það, þá er það náttúrulega úrgangur samt, sko. Jó. En það er samt innan marka að þú megir nota það á atvinnusvæðum. Ég er ekki, sko, í mínum huga, ég er náttúrulega að hugsa bara mengaða jarðveg, sko, nú hefur þurft að hafa Siggu sem er með sko, COVID, að hún er öll í úrgangshópnum, sko, hún er meira þeirri hliðinni, sko, hvar verður þetta úrgangur, hvenær megum við nota úrganginn, þannig að við megum ekki taka niður spurninguna og Það geta alveg gagnlegt ef það er að opna á eitthvað þar sem þarf ekki alltaf að fara í ytrustu hinsum af því að íslenska þjóðfélagi virka bara svolítið þannig að Þetta er frá dæmi sem var umræðum Já, við tökum niður spurninguna og við svörum hann og sendum hann út á hópina því að okkur vantar Siggu sem hefur úrgangsvinkilinn á þetta. Ég er í tíðan bara að skilja svæði til mengar og okkar að skilja yfir að hérna. Bæðir. Það sem allt mikið afstæðstig og það fór til yfir og skilja henni og mengar svæði. Ég var með dæmi í huga Þannig að bjóða Jóhannes inn á fundi. Varðandi þetta, sko, það er reyndar ekki byggt mengaður jarðvegur, það er sem sagt mengaður jarðvegur. Já. Og það var svona mengunarslys á Akranesi þar sem komu bara bílar sem voru á leiðinni í Álfsnes sem að þeim hafði verið gefið hey og þeir bara sprungu út og náttúrulega menguðu allan veginn, alla leiðina og svo við keyrðum inn á plan hjá gámafyrirtæki og niðurstaðan mast var að eða ákvörðun mastar og það skiptum allan á jarðveginum á 20.000 metrar dýpi. Þú veist ekki með öllum þjóðvegi í landsins, þetta bara akkurat þarna. Já. Og þá komur hugmynd en bara malbika yfir þetta, þú veist, það væri bara best, sko. Já, þetta var mjög stórt mál innan hús líka með þetta. Þetta kostaði 30 milljónir að færa þetta, það kostaði ráðuneytisins í Álfsnes og það var niðurstaðan alveg steina. Senda á hann á Teams til að koma aðeins seinna því ég er svolítið eftir á. Hvort við megum hringja niður? Þetta inn í fyrir viðmiðunargildum eða líka ekki nefnilega rannsóknum fyrir. Þá er bara að hóta frá ákvæðum að hóta lóðu hreint og snittin við það stendur það. Ég meina ekki til með svona tóknægum, heldur bara að það er eitthvað olíubotnur eða eitthvað. Það kannski bara sterkast ákvæðu, það fyrir að vera hreint og snittin við lóðu. Það var hrein, já. Ég hef ekki hugsað út frá þeirri Gunnhildur skrifað það niður. Og svoleiðis, sko, og þá væntanlega finnur það ná yfir eitthvað sem er olíu eða dísilbotnur. Já, hann er alltaf ekki hrein lóðin ef hún er menguð, sko. Já, það er mjög svona einföld hættur sem er samt alveg mjög svona. Góð nálgun, sko. Hætti. Já, mjög góð nálgun. Það er kannski í svona minni, svo segir það sem bara kannski ekki krefst nefna stóra hreinsuna aðgerða, heldur bara svona aðeins að þrífa hjá sér. Svona þurrka upp sullið og eina gröfuskóflu. Sérstaklega að það mun ekki gera það upp á mælingum. Já, þetta er góð punktur. Svo er náttúrulega fullt af öðrum löndum sem að flest lönd hafa þróað með sín eigin markmið, eða viðmið segi ég. Evrópusambandið, það er mikil vinna í gangi, hvort að eigi að setja sameiginleg viðmið fyrir alla Evrópu eða hvort að eigi umræðinni núna meira, hvort að við ekki frekar að hjálpa löndunum að reikna út sín eigin viðmið, þannig að koma með
reikniformúlur, þannig að ég var alveg bara já. Við viljum helst ekki fá sömu viðmið á restina af Evrópu, heldur viljum geta frekar að fá tólin til þess að reikna okkar eigin. En það er aftur á móti til sko alveg, eins og segi, flest lönd hafa gert sín eigin viðmið og það er alveg hægt að nota sér þau til þess að, sem tæki til þess að skilja mengun og hafa þetta samtal við rekstraraðila og ráðgjafa hvað er mengað og hvað þýða tölurnar sem þeir eru að fá úr rannsóknunum, því að ef við höfum ekki viðmið þá getum við ekki sagt neitt það, er þetta hættulegt, er þetta eitthvað sem þarf að gera í eða ekki. En bara hafa það í huga að við erum að nota einhver önnur viðmiðunargildi, það náttúrulega er sama með Hollanda, þetta er náttúrulega ekki, flest af þessu svæðum náttúrulega ekki alveg sambærileg við Ísland, en ég ætla að setja inn þessi 3 sænsk, þau eru unnin á svipaðan hátt á þessu hollensku með það í huga að fólk á ekki að verða veikt, þá að vernda heilsuna, ekki bara björga okkur frá því að deyja. Og áströlsk setti hérna bara örlítið, það er ekki mikið þau samt sko. Setti bara hérna með þess að hlekkin á allan listan, það var hægt að lesa, það er mjög leiðist að lesa samt, ég mæli ekkert endilega með því en þið eru allan með hlekkin þarna sko, þess að ég sendi þetta út. Sænsku gildin, þau eru byggð upp á sama hátt þannig séð, þau eru fyrir þess að viðkvæma landnotkun, þannig að fólk og börn geta dvalist á svæðinu allan sólarhringinn alla daga ársins og svo minna viðkvæm landnotkun. Þá er þann svæði sem fullorðnir geta dvalist í 8 tíma á sólarhring og börn mjög stutt eða helst ekkert. Ástralir hafa tekið sama viðmiðunargildi sem hægt að styðjast við, ef við getum ekki nota íslensku, ekki hollensku, ekki sænsku, þá getum við farið í eitthvað annað. En það er svo, þeir hugsa þetta samt svolítið öðruvísi heldur en við, en það sem er svona, nú tölum ég aftur komin að flakka, mest spennandi samt er það samt sko það sem að viðmiðunargildi fyrir vapor intrusion, það er svolítið athyglisvert. Þegar við erum með svæði, svo við nefnum engin nöfn, til dæmis eins og Hofsós, þar sem að var mengun sem er af völdum gufu. Hvernig eigum við að hugsa það og þá eru ástralsviðmiðunargildi til að hjálpa okkur að hugsa. Þegar þess að mengunin er ekki í jarðveginum heldur en er hún í jarðvegsloftinu. Þannig að það er náttúrulega, þú veist, eins og þetta svo Hofsósi, þegar það er búið að mæla, það mælist engin mengun í jarðveginum. En þegar við mælum gasið, þá finnum við fullt af mengun. Er engin almenn ákvæði sem taka á mengun sem er ekkert endilega búið að heilblanda? Það er náttúrulega alls konar svona markmiðsákvæði og svona opin ákvæði. Ég var ekki búin að skoða þau svona sérstaklega fyrir þetta námskeið, sko. En það má oft finna leið hér og þar, sko. Og svo er náttúrulega mismunandi sem svo, þarna náttúrulega ekki lögum umhverfisábyrgð og svona það var þannig umhverfisslys og svona, en það er ýmislegt að bara skoða samhengingu og umhverfisslys upp, kannski. En eins og þarna á eitthvað svona Hofsóknum, er það þá ekki vandamáli það að það er inni mengun og hún er mun dýpra í rauninni þannig að þetta er klart? Það er móhella undir, sko. Þannig að við komumst aldrei undir hann samt að vísu, sko. En það er bara... Það er bara að fara í gegnum sig og við erum tóttu. Nei. En já, svo er tafla í leiðbeiningunum þar sem ég tók saman gildin og það eru alveg svolítið margar, sko. Það eru alveg mörg efni. Herði, ok, það eru spurningar? Nei, allt klárt, jú. Það er eitt komment. Við getum hvernig framöndan upp á höfðum. Sem að breyta atvinnusvæði í íbúðarsvæðisvæðum þetta er við sinni það. Já. Ég er ekki búin að telja það saman. Ég held að það sem algengast flest tími falla að það er vanar. Já, það finnst mér mjög merkilegt. Ég var einmitt búin að sjá þetta. Það er ennþá
þegar við fengum skýrslu frá Björgun, þetta er sem bara í Álfsnesi. Já. Það einn sem taka rétt utan við þeirra Akranesi, það sem alveg óraskalum. Já. Það varandi við mörgum fyrir Akranesi. Já, þetta er mjög athyglisverð niðurstaða. Ég var einmitt búin að sjá þetta, sko. Og ég er búin að hugsa og brjóta heilan. Hvað, já. Þetta er eiginlega skanlega fyrir þau sem við höfum. Það er bara, ég var komment hérna á það. Já, þá þarf að hringi Hauk. En er það ekki bara í sér? Þú veit ekki. Ég er í... Ertu í sér? Það held ég. Hann á að vera í því, sko. Sér desktop. Hún sko, já, þetta. Þarna. Ég vona að fá það allavega á næstu glerlýsingu. En ég senda hann allavega út, þannig að þið fáið myndirnar. Ertu búin að ná í Jóa? Segja hann að okkur seinka það eins. Já. Okay. En ég er ekki alveg tilbúin í hann sem. Sjáu þið glærikynninguna núna, þeir sem eru heima? Nei. Nei. Sjáu þið bara Windows-skjáðu minn? Nei, við sjáum bara þig. Þið sjáu bara mig nú, þá er það eitthvað virkilega fallegt bara. Já, ég er alveg með tæknina á hreinu, sko. Það gæti verið stillingaratriði. Já, það er svo mikið af stillingum hérna, tölvumaðurinn hérna var eitthvað að reyna að segja mér, sko. Það er svo margar leiðist að stilla þetta eitthvað. En núna? Já, núna. Ok. Ég gefa þeim smá tíma, þið flöp út. Hvað segir þið? Það er ekki alveg kaffikomið. Fáum kaffið smá tíma. Nú ætlum við að fara að tala virkilega spennandi hluti. Það er búið allt búið að byggjast upp hérna. Við erum búin að byggja undir, sko. Nú komum við að nálgast toppinn, sko. Gagnagrunnurinn. Herði, við erum búin að dunda okkur við það núna á þessu ári að skrifa gagnagrunn fyrir mengursvæði sem eigum að halda utan samkvæmt þessari reglugerð. Og hann er svona tilbúinn. Þið komist inn í hann ef þið eru með aðgang af gagnagáttinni. Ef þið eru ekki með aðgang, þá getið þið sendt mér mail. Ég þarf að fá held ég frá kennitölun ykkar og netfangi, kannski síman líka. Og þá komist inn bara með, já ég fyrir gegnum það. Ég var að senda við fundamótus. Kristína algjör tölvusnillingur, sko. Já. Þú bara að renna. Það sé líka sem við hefum hefðið fremst að sniða. Já, það var það sem var málið. Herðu, gagnagrunninn lítur svona út. Og þetta er bara það sem ég er búin að dunda mér kótinn. Þetta eru eiginlega bara riðugrafir og miltisbrandsgrafir. Það er mjög lítið annað komið inn í hann. Örfá, Heiðarfjall og Stokksnes og Bolafjall og svona örfá önnur svæði. Og svo þegar við fáum einhverja upplýsingar og tilkynningar og svona, þá smellum við þarna inn. Bolafjall? Já, það eru smá ruslaugur þar. Er það komið á netið? Já, þið getið komist inn á þetta gegnum gagnagáttina. En þetta fer samt á heimasíðu Umhverfisstofnunar, þannig að fólk getur séð fljótlega. Getur alveg einhver séð þetta. Já. Svo gerðum við svolítið sniðugt að við blöndum svolítið saman frummatinu við gagnagrunnin. Einfalda þetta pínlítið. Þannig að við vinnum frummatið beint inn í gagnagrunninn. Og til þess erum við búin að skrifa, en við viljum mjög gjarnan fá víni frá ykkur. Frumat fyrir mengan jarðveg.
eins og ég segi, til þess að þessi gagnagrunn nýtist, þá þurfum við að fá svolítið fleiri punkta inn heldur en bara riðugrafir og millisbrandsgrafir. Því að í reglugerðinni kemur fram að skipulagið til dæmis á að notfæra sér hennar gagnagrunn. Og til þess að við getum krafist þess að þeir nota hann og þeir hafa eitthvað gagn á hann, þá þurfum við að vera búin að setja inn í hann. Og til þess þurfum við hjálp. Hversu nákvæmlega þetta að vera? Sko, ég hef bara tekið miðpunkt og svo eins og með riðugrafirnar, ég er ekkert alveg með alveg nákvæm hnit allstaðar. Þannig að ég hef sett í skýringar bara að punkturinn er nokkurn veginn. Já. Er þetta okkarlega dæma fyrir millisbrandsgrafirnar eru tæmandi af þeim millisbrandsgröfum sem eru þekktar. Og þegar við fengum listan hjá honum Sigurði Sigurðssyni hjá MAST, hann var svo huggulegur, hann sendi mér listan og þær eru allar komnar inn. Riðugrafirnar eru ekki tæmandi, MAST veit ekkert alveg allar grafirnar. Eins og sjá þá vissi ég ekki neitt á Suðurlandinu eiginlega. Þannig að það gæti verið. Þeir eru samt að vinna í því að skrásetja þær og fara í gegnum eldri skjöl og hafa samband við dýralæknana til þess að fá þessar upplýsingar og þá setja það inn þegar við fáum það. Það hefur aldrei verið niður á Vestfjörðum. Hefur aldrei verið. Það er ekki niður til fér, það. Allir þessi punktar eru eins og hérna, þetta er allt saman riðupunktar. En ef maður horfa á lögunsvæðis, ég meina, hversu djúpar eru þessu upplýsingar sem það? Komum að sé lengur. Ertu ekki að meina þessi hérna hjá við Vogana? Já, það er ekki. Já, það er millisbrandur, já, en það er kannski punktur upp undir. Ég veit að það er millisbrandur niður við Voga. Já. Ég er með lem líka, yes, og klambrátum. Já, svo er þetta, ég er bara mynd sko, en það er þetta zooma inn náttúrulega í kortinu og já, þess að við náttúrulega eigum að vera með, nú verðum náttúrulega komið gagnurinn sem á að vera komin í gang fyrir áramót samkvæmt reglugerðinni, hann er kominn, ekkert mikið af upplýsingum í hann bara, en við teimi mengunareftirlits, við höfum sett okkur markmið fyrir næsta ár að allir okkar eftirlitsþegar, þar sem að er staðfest mengun eða grunnur mengun, munum við gera frumvarp og setja inn í gagnagrunninn á næsta ári. En ég veit alveg að það er ekki alveg það er ekki hægt hjá ykkur, þeir eru með bara svo miklu fleiri eftirlit heldur en við, þannig að það er ekkert raunhæft, alls ekki, langt frá því. Þannig að okkar draumur var að ef við getum hjálpast að og unnið bara eina tegunda mengunar ári sem allir einsetja sér að setja inn. Að næsta ári einsetjum við okkur og setjum inn alla urðunarstaði. Allstað þar sem var urðað eitthvað annað heldur en bara hreinn jarðvegur. Þá erum við að tala landmótunarstaði, urðunarstaði, þar sem var óvirkur úrgangur, alla svona staði sem þið þekkið til, þar sem var potað niður einhverju. Að það sé bara markmið og ekkert annað en með vilji. Ég var alltaf rosa glöð að við setja inn mikið fleira, sko, en svona, það var svona minn draumur. Það er ekki bara mjög að senda út réttatilkynningu fyrir almenning. Það varðar að fá ábyrningar. Ég er langt á undan mér. Kom inn á það eftir. Yes. Já. En hvað finnst ykkur þessa hugmynd? Bara frábæn. Það ekki? Já, bara tökum okkur saman og tökum bara eitt í einu. Þetta er langtíma verkefni. Það er ekkert
það ekkert hægt að ætlast til þess að fyrir 1. janúar verði gagnagrunnurinn fullur og allt komið inn. Það bara óraunhæft og bara ekki eins og látið dreyma það. En við einbeitum að það næsta ári, setjum alla staði þar sem við þekkjum til að það hefur potað niður einhverju. Það nefnilega málið. Við erum að tapa upplýsingum á hverjum einasta degi. Upplýsingum sem við þurfum í framtíðinni. Jú. Það eru samt nauðsynlegar upplýsingar. Algjörlega, þetta er alveg tvíeggja sverð, sko. En aftur á móti staðirnir eru allir merktir. Hann merkti þá alla, sko. Ef þú veist hvað þú ert að leita, það finnur það alveg, sko. Þannig að, þú veist, þessar upplýsingar eru, þú veist, ef þú googlar þetta, þá færðu svona gróft kort og lista yfir staðina og þannig að þú getur alveg fundið að þú, já. En ég hugsaði þetta alveg líka, sko, en þetta eru samt, sko, þetta eru svo mikilvægar upplýsingar líka. Já. Já, en sko, grunnurinn sem fólk hefur aðgangar verður ekki svo sama þið hafið aðgangar. Þau geta ekki, þú veist, það er ekki ætlunin að þeir geti fengið alveg nákvæma staðsetningu, þú veist, miltisbrandið skröfin er hér og hér er hnýtin, þú getur farið með skóplu og sóttið smá miltisbrand, sko. Þannig að það verður svona meira gróft, sko, það er ekki, þú finnur ekki gröfina frá þessu korti. En allavega, þá hljómar það eins og þessi vilji í að, hérna í hópnum að ég er spennt. Og þetta hjálpar okkur svo mikið þegar er að koma ný skipulög, þegar við getum sagt, þið verðið að nota gagnagrunninn, þið verðið að hafa hann í undirbúningsvinnunni þannig að þetta kom ykkur ekki óvart. Það setur ekki leikskóla og skólinn einhvern veginn. Nákvæmlega, þannig að þessir upplýsingar sem komnar inn í skipulagið áður en að það er tilbúið og áður en að byrja að grafa. En til þess að komast inn í gagnagrunninn, ætla ég að fara bara svona snöggt yfir að hvernig við komumst inn í hann, hvernig við notum hann og svo kemur Jói vonandi, hann alltaf, við erum svo langt eftir áttinn, sko. En til þess að fara inn í hann, þá er í dag einungis hægt að gera það með að fara inn í gagnagáttinn hjá Umhverfisstofnun. En hins vegar gerum við ráð fyrir að við ætlum að opna síðu mengun.is. Það sem þetta verður svona svolítið fallegra og flottara, svona svolítið sexy. Já, en almenningur mun getast þá skoðað kortið í gegnum mengun.is og farið hérna í gegnum stofnun síðuna okkar. Já, þau eru í viðaukanum. Það er engin gildi eða neitt, það er bara ef þau eru til staðar, þá er það mengað. Þegar þið farið þarna inn í gagnagáttina, þá skráðu ykkur inn hérna með innskráning með Ísland.is, þess vegna þurfa að senda mér kennitölun ykkar og símanúmer og mailadressu þannig að ég geti skráð ykkur þannig að við komumst inn í það. Og þá fáið þið svona lista. Þetta er sem sagt yfirlitslistin. Undir mengaðar jarðvegur. Já. Svo líka svona ábendingar. Og já, kort að sjá og svona. Þið sjáðu ekki svo stillitöfli reyndar. Já, ég sé náttúrulega öll svæðin, en þið kom bara til að maður geta séð ykkar eigið svæði. Upplýsingarnar það já, þið getið bara opnað ykkar gögn sem til eru ykkar heilbrigðiseftirlitssvæði. Sko, þú hefur náttúrulega aðgang að kortasjáni.
og ég held að þú getur séð öll svæðin, þar að segja sko, þar svona lítill samantektargluggi sem að þú getur séð, þá kemur svona stutt lýsing á svæðinu, hnit og hvers konar svæði það Þannig að þið hafið þennan auka aðgang, þá getið þið séð það fyrir allt landið, en þið getið ekki farið inn í hvert mál. Þá hægt að breyta og svona, sko. Já, þetta mjög alveg. Og til þess að stofna mál, þá fer maður alltaf í nýtt mál. Og þá opnast nýtt mál. Við fyllum bara inn í þetta, þú veist, heiti á svæði, tegund, þetta fellilisti, þetta aflagururunarstaður, bensínstöð, brenna, allt svona. Eða ef ykkur vantar eitthvað þarna á lista, þá látum við bara vita, ég get bætt við alls konar. Við reynum samt, það samt betra að reyna að fella það, finna svona ekki verið með of marga flokka, þannig að það sem passar inn í, að reyna að nota þá flokka. En annars bara hafa samband ef það ekkert sem passar. Við fáum svona tímabundin mál líka, þú veist, það mingaði álögur sem síðan síðan tekin í burtu. Já, það skrána, kemur fram að byrja á skrána, svo ef hann hreinsaður, þá bara tekið út. Ég ætla samt ekki að taka alveg út. Af því að það getur verið mengun eftir. Ég ætla að merkja það grænt, hreinsuð svæði. Þannig að þau eru tekin út sem menguðsvæði og verða þá sveka status sem hreinsuð svæði. Mjög mikilvægt því að óvægt sé hreinsað, það getur alltaf jafnvel örugglega bara líklega en ekki að það sé eitthvað eftir. Og svo líka því að það getur verið mengun sem að ekki tilheyrir þessum 27 efnum, sem að við var kannski ekki efnum svona rannsökuð, sem að við síðan finnum föttum eftir 30 ár, þá er við komin inn og við bara svona, en þetta svæði. Þannig að það er rosa mikilvægt að halda utan líka svæðin sem er búið að hreinsa. Stærð svæði og rúmmál, ég fyllir það ekkert alveg alltaf í. Ef ég veit það, ef það er til rosalega nákvæmar rannsóknir, þá fyll ég það í. Þannig, já. En annars ekki. Er forsendan alltaf mæling þarna eða mat bara líka? Grunur. Grunur og nóg. Bensínstöð, þær eru alltaf mengaðar. Já, maður getur þetta þannig til þykir, sko, þetta bara eins og oflestum kvartaður sem bara mælt þar. Já, algjörlega. Jú. Og sérstaklega líka að þú tekur skjáskot af því og setur það sem fylgiskjöl. Það er líka rosa gott. Og líka kannski hægt að hafa í kommentari eitthvað á þetta sem liggur að. Já, endilega að setja öll fylgigögn sem þið hafið og hérna er sagt athugasemdagluggi. Það er hægt að skrifa í hann nýjar athugasemdir. Þetta er upplýsingar, lýsing á svæðinu. Þessi lýsing kemur á mengun.is sem almenn getur séð. Þannig að það þarf að passa sig engar persónuupplýsingar og svona bara hafa það í bakum huga að það get allir lesið það sem stendur hér. En athugasemdirnar og hérna. Gefur það bara á opnu heimasíðunni? Á opnu heimasíðunni, já. Já, við komum að því. Já, ég ætla að fara í gegnum þetta allt saman, sko. Hnitinn. Hljóðsveitin hér. Breiddargráða og hérna lengdargráða. Við setjum þetta inn í kerfi sem ESN 93. Það er kortasján. Og til þess að finna þessi hnit, þeir eru örugglega betri í því en ég, sko. Þá hef ég bara notað Google Maps Iceland og hérna hægri klikkað á staðinn og þá kemur hnitið þarna neðst í réttri þarna réttu kerfi. Já, þar er hægt að varpa hnitum líka. Ef maður notar til dæmis map.is þá þarf maður að varpa hnitunum. Það er ekki sama kerfi sem er notað. Já, þarna koma hnitin. Rekstraraðilarnir. Þú varst að spyrja það. Það er einmitt, sko, það getur sett inn, það þarf ekki að fylla í alla gluggana. Þið getið fyllt í alla gluggana og þið getið sett inn marga rekstraraðila. Þið geta hafa verið, og þið getið skrifað inn tímabil þar sem var kannski einn rekstraraðili frá 72 til 74 og svo var annað frá 75 til 80 og svo var kannski 3 samtímis. Þið starta spillin alveg fullt af þeim. Ég veit ekki hver takmörkin eru.
Þetta á heimasíðunni bara í loka. Þetta bara sem heilbrigðiseftirlitið sér. Og við. Herðu, Jói, hann... Já, þú kannt að hringja Jóa. Hann ætlar að setja kynna fyrir okkur ábendingavefin. Við erum búin að búa til ábendingavef til þess að fá fólk í landinu til þess að senda okkur upplýsingar. Það er svo mikið sem við vitum ekki um og það sem að eldra fólki, eldri kynslóðin veit um. Og bara starfsmenn í ýmsum fyrirtækjum, þeir hafa alls konar upplýsingar sem við höfum ekki aðganga. Þannig að við erum búin að skrifa ábendingavef. Hann er komin inn. Þú mátt bara að ég ger stopp. Þá var þetta flókinn aður. Stopp sharing. Það heyrist ekkert í þér, Jói. Ég ætla kannski að... Herri, ég er bara búin að vera mjög þögull. Heyrist í þér núna? Það heyrist í þér núna, já. En ég veit ekki alveg hvað það er ekki upp á skjánum hjá okkur. Þín... Nei. Það er mjög flókið. Hver er að stjórna skjánum? Ég... Einhvern veginn. Mætti haldi að vera tækniföllur, sko. Ég er samt ekki að séra, sko. Nei, hann er sko séra þannig að það er í fundinum, en hérna upp á verðist bara annað í gangi sem við vitum ekki. Ok, ég get svo leitt í gegnum þetta ef þú deilir skjánum þínum, ef þú bara ferð inn sjálf. Þú ert ekki að biðja lítið, sko. Ég skal bara fjárstýra þér. Sko. Komið eða hvað er? Nei. Nú er bara... Ítt á hver? Nú er það punktgaurinn sem er að trufla okkur hérna. Ekki meira, hann er rólegur. Ok, nú kannski... Opna Teams. Það er fundin. Getur þetta? Ég hafi trúað mér, þið hafi meiri trúað mér en ég, sko. En sko, ef ég sér að skjánum, þá kemur samt ekki, sko. Nei, bara inn á Teams. Farðu inn á Teams, opna bara Teams. Ég er á Teams. Já, setja hérna. Nei, ég get það ekki, þetta er ekki sama skjáður. Nei, þá dregur þetta inn á þennan skjá. No. Þannig var ég. Já, þú getur dreigið þetta. Já, en sko... Það er að fara aftur með bendilinn hérna út. Ég myndi fara með það. En sko, ef þið gerir svona. Já. Þegar ég er nú farin að leysa fólki í tölum á En þið út á landi, sjáu þið líka? Eða þú sér það náttúrulega? Já, við sjáum. Ok. Ég veit ekki hvað er í gangi með mér. Við tvöfald námskeipa. Það er svo mörg eitthvað. Herðu, ok, Jói, gjör svo vel. Herðu, ok, komið sæl. Ég er sett komin hérna inn sem bara einstaklingur inn á vefun hjá okkur á gagnagáttu umhverfisstofnunar. Og þar get ég sem bara einstaklingur út í bæ eins og þið sent inn ábendingu. Það er bara mjög einfalt form, það sem er bara hérna bílslys, þetta var hérna bugðulæk og hérna bíll valt með hérna olíutunnu, olía út allt. Þannig að þetta er bara ábending sem einhver getur sendt inn, tilkynningin hefur sendt. Þannig að þegar ég fer svo inn sem starfsmaður, þá getur farið hérna yfir ábendingar og þá er ábendingin komin hérna og þá getur stofna mál út frá þessari ábendingu. Ég get sendt hana á eftirlitið sem þetta á við þannig að þá sjá þið ábendinguna hjá ykkur og út frá því er þá hægt að stofna mál út frá ábendingunni ef þetta er nýtt. Það er hægt að svara henni og segja að þetta er ekki nógu mikið magn eða eitthvað, hvað sem það er. Og svo líka hægt að tengja það núverandi máli eða þið fá til dæmis 20 ábendingar sama hlutin. Þannig að þá er hægt að gera henni að tengja núverandi máli og það til
hafa fyrir eitthvað mál sem að maður ekki hvað hét, en það er hægt að finna það mál og tengja við. Hérna eru þið að koma með alvöru ábendingu sem að var senda á Heilbrigðiseftirlit Vesturlands, sem að gamlir aflagðir öskuhaugar hugsanlega mengaðir jarðvegur, og þau geta þá stofnað mál út frá þessari ábendingu eða tengt núverandi máli eða þegar til mál með þetta. Svo svara ábendingunni og þá fær viðkomandi eins og þetta er svar hérna. Þannig að þegar Axel fer inn, að þá getur hann séð þetta svar frá Umhverfisstofnun við ábendingu hans. Og svo er planið að gera þetta form sem að fólk smellir á, meira áberandi hjá okkur og kynna það betur. Þannig að þetta er svona sú virkni sem er í þessu, og svo ef maður fer yfir í mengaðan jarðveg, að þá væri kemur ábendingin tengd við ef hún kom að þessu máli, sko, sem við erum ekki með núna. Eru spurningar þessa virkni, pælingar? Verður þetta líka sent eins og slökkviliðið eða lögregluna eða svoleiðis? Já, þetta verður hægt að senda á alla, og allir getur nú þegar að fara inn og senda inn ábendingu. Þú ert að meina að senda ábendingunum sem kemur hérna inn, að áfram senda hana á slökkviliðið? Nei, frekar það hvort að það verður kannski komið inn í þeirra verk, hvort að setja leiðbina þeim og setja í sirkutverklega þegar þeir eru sendið í útkall, að þeir setja inn í þetta í leiðinni. Góð hugmynd. En við erum ekki bara að kynna þetta, við erum eiginlega bara fyrst til þess að heyra þetta. Er að vona senda inn ósk fyrir fjármagni fyrir næsta ára að fara í herferð, kynna þetta. Svona álíka eins og mér skilst að hafa verið hvað heitir það? Það sem er allir staðarheiti sem var fyrir nokkrum árum. Svona, já. Ég vona að við fáum fjármagn eyrnamerkta fyrir þessa kynningu til þess að reyna að fá inn. Þetta viðmóti sem almenningur fær þegar það er ábendingar viðvinni. Hvað segirðu? Geturðu farið inn á viðmóti sem að almenningur fær þegar það opnar ábendingar við? Já, það er ef við bara hérna á mín síða, þá er það það er bara titill, staðsetning og lýsing. Myndu vilja fá myndir til dæmis inn? Það var þetta að hengja myndir við? Það væri rosa gott reyndar. Já, en það væri rosa gott eins og segir Jóhannes að geta sett inn myndir. Já. Það væri rosa gott ef það væri ekki að kynna þetta fyrir slökkviliðsöfnum, þannig að það þarf ekki að fara í gegnum virinni að þeir senda okkur ábendingu og við sinni ábendingu, þannig að það er nýtt. Þá er þetta komið inn í kerfið. Já. Þannig að og þið fáið þetta inn í ykkar glugga og getið stofnað mál beint frá þessu. Já, það er einmitt hérna er rauninni, ef þið stofnið mál út frá ábendingunni, þá er rauninni búið að fylla inn í lýsinguna hérna, svo þurfið þið að finna þá nokkurn veginn svona einhvern nýtt og velja tegundina og stöðuna og allt þetta. En þetta bara spara svona sporin við að búa til færslu mengaðan jarðveg. Þetta er ekki hugsað sem einhvers konar tilkynning til að fá okkar viðbragð eða þannig. Nei. Ef það væri veitum þá myndi enginn bara þarfir og skrá og það getið tveir eða eitthvað svoleiðis. Nei. Þetta er hugsað til þess að fá þessar upplýsingar sem að fólk á, það man eftir þegar það var krakki að það fór olíubill og allt þarna og það var hreinsað og svoleiðis. Það er viðbörð sem er að gerast núna. Nei, það á náttúrulega bara að hringja það inn í 112 ef það er eitthvað svoleiðis eða hafa beint samband. Í forminu þar sem fólk að fylla inn, að það væri eitthvað svona, ef þetta er eitthvað sem er að gerast núna, þá getur þú farið inn á. Já. Bara þetta er ekki 112, það fyrir akut. Já, það er góð punktur, Jóhannes. Ég heyri ekki alveg hvað var punkturinn. Að setja inn smá upplýsingateksta að ef bráðamengun að ræða þá að hringja 112, þetta er ekki tilkynningavefur fyrir
kannski þá áður með ykkur orðalagi sem að svona leikmenn skilja. Já, með svona, já. Þau veit ekki endilega hvað bráðamyndum þýðir. Nei. Já, ef þið bara semji texta, þá er þetta að setja hann inn. Já. Nú erum við að veiða hérna upplýsingar mengaðan jarðveg. Við höfum ekki verið með alveg hreinu að markkópurinn sem gæti haft þessu upplýsingar, að hann fái þetta í hendurna. Þú getur hugsað bændur. Já. Þú getur hugsað Ekki bara Twitter og Já, getur verið bændablaðið og svona. Bændablaðið og fréttablaðið og svona miðlar sem að ná til eldri. Svo líka starfsemi bæjarfélag, sveitarfélag. Þá eru heimingir þekking hvað hefur komið fyrir innan bæjarfélagsins. Og hvernig á maður að fá þá aðeins að borðinu. Nákvæmlega. Ég er eiginlega vonað við náum út svolítið til almennings, vonandi með vorinu, að mín von er að við fáum peninga. Þetta kostar alveg helling sko, að fara í svona herferð, sko. En að við getum bara látið sem flesta vita af þessu, að þetta tæki er, og við viljum fá inn sem flestar ábendingar til þess að. Það er nauðsynlegt og ákvæmt að fá inn allar þessu upplýsingar inn. Hvernig við náum að vinna úr öllum þessum upplýsingum. Þetta er rannsókn. Kanna aðstæðna sem finnst alltaf bara með tímanum. Þetta ætlast til þess að það sé gert, þú veist, á nú leitni, sko. Þetta er náttúrulega, vonandi fáum við mörg 1000 ábendingar. Þannig að, sko, það er alveg bara vinna sem tekur langan tíma. Er þetta ekki líka bara, þetta er svona grind og svo þarf eiginlega bara á smærri skala að vinna almennilega út mismunandi svæðum? Já, og það er náttúrulega bara eins og hvernig heilbrigðiseftirlitin prioritera þessu. Það er náttúrulega best væri náttúrulega ef maður gæti svona nokkuð jafnóðum stofna mál, þannig að þá kemur punkturinn á kortið. Svo er spurningin hvernig og hvenær maður fyllir inn í upplýsingarnar málið og gerir þetta frummat. Það er kannski, þú veist. Það er ekki hægt að fara í herferð og þú færir allt landið og hver sveitarfélag fyrir sig og núna setjumst við niður og skráum allt þetta. Bara allt. Það er ekki sveitarfélag. Svo er það líka ef það er til listar, ef einhverju eru með þetta í Excel eða einhverju listum eða einhverju grunni maður sér, þá auðvitað viljum við bara flytja það inn í staðan fyrir einhver sé að handpikka inn í svona form, sko. Ef þeir það til, þá er Jóhannes maðurinn, sko. Hann er svo niðurgrætt á fólið. Ekki sá, gafnum með þetta. Ég bara þekki hann ekki alveg, ég er ekki gott skálk búin að vera að vinna með það. Jú, það gengur ekki nógu vel að innkalla þessar upplýsingar. Það allir vera duglegri við að senda á hann upplýsingar við höfum í okkar mengunareftirliti farið fram á við fyrirtækinu tala það hjá fyrirtækinu að senda inn á okkur upplýsingar olíu, ekki bara niðurgrafna, heldur líka bara olíugeima sem eru bara við hús og svoleiðis. Og þið hafa fengið, er það ekki beiðni að senda inn upplýsingar líka? En það er alveg svona típisku listi sem hægt er að mata inn í gegnum tölvudeildina, sko, í staðinn fyrir hvert og eitt heilbrigðiseftirlit til að vera að pikka inn alla sína staðir, sko. Já, við erum búin að kalla að byrja og þeir senda þessar upplýsingar á okkur líka. En það var svona gengið misvel, þetta er voðalega þungt í vöfum einhvern veginn að fá þessar upplýsingar. En við höfum talað eins og þessi talað þetta í eftirlitinu og það er líka eitt sem við höfum talað að tala þennan gagnagrunn í okkar eftirliti líka. Því fyrirtæki sjálf hafa upplýsingar líka oft svona mengursvæði og svo líka náttúrulega bara tilfinning eftirlitsmanna. Það sem komast að í svona eftirliti. En eru fleiri spurningar til Jóhannesar? Nei? Þá bara þökkum við fyrir Jóhannes og vonum við komumst aftur í fyrirlestunum. Já, takk. Ok, þið bara setja líka fram texta sem þið viljið þá fá hérna inn, varandi 112 og allt þetta. Já. Græjum hann, sendum hann að þið. Takk fyrir. Þá mútu taka þetta út af skjánum aftur.
Þú fer ekki fram á lítið. Ég veit það. Og svo veit ég ekki næst. Nei. Það mættilega, jú, þarftu að opna fyrirlesturinn aftur og deilunum. En það? Það er ekki komið hér, þetta er deilan. Þetta er deila þessum skjá. Eins gott að þið eru með þetta þarna líka. Ég er að vera tæknitröll. Algjörlega. Núna. Sko, þetta er að koma. Þetta er komið. Herði. Nú, ok, þetta nú. Já, það er kannski bara sko réttan fyrirlestur. Það var fínt. Svona, en ég er ekki að sér honum með það. Jú. Er ég að sér honum? Ok. Þá er það svo frummatið, það er svo unnið beint inn í gagnagrunninn. Þannig að ég fór ekkert mikið inn í gagnagrunninn, það er alveg bara að segja sér sjálft hvernig maður fyllir það í hann, þannig séð, sko. En frummatið, það er þessi hérna leiðbeiningar. Til þess að geta fyllt í frummatið, þá er eiginlega nauðsynlegt að hafa lesið þær. Það er alveg fínblóki, en samt ekki. Þær eru unnar alveg af sænskum, ég bara tók sænska, mörg lönd í Evrópusambandinu er búin að vera að gera svona lista, eða flest öll, við erum eitt af 3 löndum, held ég, Evrópusambandinu sem eigum ekki svona gagnagrunn. Þannig að ég tók bara kópí af sænsku aðferðinni og gerði hann að vísu aðeins einfaldri. Hún er mjög þung sænska aðferðin, en ég einfaldaði hann alveg talsvert mikið fyrir okkur, þannig að við komum þessu, fáum allavega þessi gögn inn í gagnagrunninn. En frummatið lítur í rauninu svona út. Það er ekki búið að fylla inn í neitt hérna. Þetta er fyrir svæðið þar sem við erum ekki búin að gera neitt frummat. Þá er það bara, fáum við bara svona graf. Þetta er í gagnagrunninn þar sem við stofnuðum máli, það er bara aðeins skrollaðis niður, þá kemur þessi gluggi upp. Og til þess að gera frummatið, þá ýtum við á þennan taka hana. Þá birtist svona listi. Og þessi tafla, hún mótsvarar, þetta var sænskt orð, endurspeglar textan í leiðbeiningunum og með því að lesa þær og nota þær upplýsingar, þá getur við fyllt í þessa töflu. Þetta er sjálft frummatið, hvernig það er framkvæmt. Við gerum ekki ráð fyrir að það liggi fyrir einhverjar rannsóknir endilega. Heldur oftast bara dugar að heilbrigðisfulltrúi hefur farið á staðinn eða rætt við viðkomandi aðila sem þekkir svæðið og það sem hefur valdið þessum grunumengun. En það er sem alltaf hægt að fara inn í þetta aftur, bara starfsmenn heilbrigðiseftirlitsins geta farið alltaf inn í matið og bætt við. Eða koma nýjar upplýsingar, þá er alltaf hægt að breyta og bæta við og uppfæra. Þannig að það kemur kannski fyrst grunur bara, okkur grunar hér sem mengun að ræða, þá fyllum við í og svo eru gerðar rannsóknir og þá náttúrulega vitum við mikið betra að þá breytist þetta færist til og Þetta er breytingasaga, hún er það ekki í dag, en það sem ég skrifa í leiðbeiningunum, það er rosalega mikilvægt að maður skrifi það og setji viðhengi. Þar sem maður hefur einhver fylgiskjöl og bakgrunns, hvernig, þannig og maður getur skrifað inn þarna, það var þarna lengst að hægra megin, ég man ekki alveg hvað heitir, athugasemdir, þar kemur saga. Þannig að þið getur sett inn í athugasemd, samkvæmt rannsókn sem að skila verið að verki í þennan dag, þá eru niðurstöðurnar þessar og ég uppfærði matið og þar er breytingasagan. Þetta frummat tengist að beint inn í gagnagrunninn? Yes.
Það er gert í gagnagrunninum, þannig að þeir eru komið með búnastofnamál, komið með punkt og þá getum við gert frummatið og það breytist liturinn á punktinum. Verður í það eftir þegar hvað litum er að skilja með? Já. Já, bara eins og skrifa, það er rosalega mikilvægt að setja skýringar viðbótar upplýsingum í athugasemdagluggann. Og ef ég ætlaði þá bara að fara í gegnum hvert punkt fyrir sig. Hætta mengað efna, mengunarstig, forsendur fyrir útbreiðslu, næmni og verndargildi. Þetta er allt útskýrt samt í leiðbeiningunum. Þannig að ég ætla samt að fara í gegnum hvernig þetta er hugsað. Spurjið þið, þetta er alveg, hætta mengað efna. Til þess að það sé hægt að gera þetta frummat, þá þurfum við að hafa einhvers konar hugmyndum hvaða mengunarefni er á svæðinu. Þó svo að við höfum oftast ekki neinar efnagreiningar, þá vitum við samt hvers konar starfsemi þetta er. Við vitum að bensínstöð er með bensín og dísil og smurolíu og við höfum alveg hellingsupplýsingar þó að það sé ekki búið að framkvæma neinar rannsóknir. Og það er hægt að fá það að bæði segir sér sjálft í vissum tilfellum og svo er það rekstraraðili sem getur sagt okkur og það er starfsleyfin sem að stendur hvað þeir eru að nota og skýrslurnar, eftirlitsskýrslur, nágrannar, það er alls það hægt að fá upplýsingar. Er það líka í leiðbeiningunum með að væri eitthvað smitefni? Það er ekki svoleiðis? Sko, smitefnin höfum við hingað til bara verið að hugsa miltisbrand og riðu. Og við erum búin að fylla inn alla miltisbrandsgrafirnar, riðugrafirnar eigum við pínu erfiðara með að fá upplýsingar og þar höfum við gert bara algilt frummat. Við höfum sett allar riðugrafir sem í þriðja flokk og allar miltisbrandsgrafir í annan flokk. Fyrsti flokkur er verstur, mest hætta, þessi 4 flokkar, 1, 2, 3 og 4. Þannig að og getum við bætt inn í efni, blý, kadmium, kopar og sett bara lista. Það er að gefa hann mjög langan yfir þau efni sem eru til staðar eða við ímyndum okkur sem til staðar. Það er stöðum pakkir ég var ekki með plast. Plast? Á listan, takk. Það er skrifað niður. Það er ekki á. Það er plast þarna? Nei. Þetta er vísur rosalega gamla, sænsku leiðbeiningar þessi 97 sko. Alveg rétt. Urðunarstaðir með. Urðunarstaðir er bara þannig sem þetta veit. Já. Algjörlega. Og hvernig líka með eitthvað sem er kannski ekki alveg ítarlegar upplýsingar svoleiðis? Ég var til dæmis að gera eitt það sem ég skrifaði bara það var óvirkur urðunarstaður. Er það bara að skrifa texta og velja eitthvað svona flott? Það skrifaði ég, þetta var óvirkur úrgangur, það skrifaði ég til dæmis bara byggingarefni, steypu, steypubrot, já. En líka til dæmis að það væri eitthvað svona ruslahaugu frá 1960 eitthvað, gæti verið, það gæti ekki verið allir fjandinn. Já. En það er eitthvað upplýsingar endur með það? Nei, nákvæmlega, en það er þá erum að gera að skrifa það í lýsingagluggann eða athugasemdagluggann, bara hvort þú viljir að almenningur geti séð það eða ekki. En svo höfum við það er þessi tafla svona til einföldunar, til þess að skrifa ef þú ert með til dæmis þessi efni eru svona tiltölulega einfölda flokka og það er ég bara búin að flokka þau fyrir okkur. Ef það eru efni sem eru ekki á þessu eða eins og segir svolítið svona óljóst hvað það er, þá getum við líka farið eftir þessari flokkun. En ég er að velta fyrir mér að því að kannski veit maður ekki, kannski hún í brúum og það er ekki til að með tíman eða alltaf til að efnagreina allt saman. Nei. Er þá að skrifa sérstaklega að sjá og segja eitthvað svona óvissu flipi? Að haka við eða? Þú getur skrifað allt hérna sjálf, þess vegna höfðu í staðinn fyrir að geta valið eitthvað, það mér fannst það svo heftandi. Þess vegna vildi ég frekar hafa, þú getur gert eina línu fyrir hvert, við vitum náttúrulega ekki með gamla urðunarstaði, við getum skrifað, blandaður óvirkur úrgangur eða blandaður hættulegur úrgangur,
Já, það sem ég hugsa kannski með eins og svona hérna flokkurina. Það kannski grunnastæður. Það gæti allt þess verið bara einhver beinilins eiturefni sem maður veit ekki af þeim og þá setur maður kannski, já, þetta er lítið af því að maður sér bara eitthvað rusl. Svona eitthvað óvissufaktorinn. Og við, í þessu frumvarpi, það er rosa gott að kemur þetta, þá gerum við alltaf, við miðum alltaf við slæmt en plausible tilfelli. Við ímyndum okkur alltaf að það geti verið slæmt tilfelli, en samt svona innan raunverulegra marka. Ég var að pæla hvað asbest kemur inn í þetta. Er hann ekki hérna á? Nei. Það er bara, er hann ekki hér? Það er mikið bara. Ég held það. Það spyrir þetta með litir. Lit. Getur verið að ekki til litir sem ekki varaður að hættulegur. Litir, já. Já, þetta nú að hafa þýst sem máling. Hvað? Þetta átti að vera þýtt sem máling. Ég er að skrifa þetta niður. Hvað er það? Litir þarna, crayons. Máling er svo ekki máling. Það er ekki meira verið að tala bara um olíumálingu og ekki afstíl og passa það. Sko, ef ykkur finnst þessi flokkar ekki falla, þá getið þið lesið á dósina hvaða hættumerki tengist þessari málingu, skilur. Þið kannski eins og segir bara með einhverja málingu sem er eldgömmul og ekkert rosalega skemmtilegt, þú veist, það er, já. Þannig að þetta er bara svona til þess að einfalda sér lífið aðeins, það þurfi ekki alltaf að vera að leita að hættumerkjunum. Það við getum þurft að nota gömlu hættumerkin. Já, ég náttúrulega alveg sett þau inn líka, það er náttúrulega væri ekkert villist. Setjum gömlu hættumerkin. Þau eru aðeins öðru sig. Það er smá, þetta er góð punktur, ég seti þau inn líka, við erum náttúrulega ofta að vinna með gamlan skít. Já, algjörlega. Það skoða líka plast kemur ekki hingað til lands. Með blátan, greint átur, en það er alls svona þætti sem það skoða í þessum saman. Algjörlega, en mér finnst þetta samt svolítið þægilegt að við getum alltaf, við myndum okkur ákveð skoðun og mat, gerum mat, en við getum alltaf uppfært það og breytt. Það er vísi pínu erfitt að deila, ef við þurfum að breyta þessari röð, þá þarf að Jóa að gera það. Það er ekki hægt að eyða röðum, en það er hægt að breyta, það er alltaf hægt að breyta punktunum, hvernig við leggjum matið á það. Besta einu fyrir mér varðandi bara hvernig við fyllum á listan, hvort það til dæmis bara ákveðnir atburðir sem verða á nútímanum eða þannig, bara bruni á iðnaðarsvæði. Og það ætti sjálfkrafa að fara inn á þennan lista, hvernig það er búið að rannsaka að það sé ekki. Það er grunnur. Til dæmis bara þegar rafmagnsbúnaður brennur, það er ekkert rosalega skemmtileg askan úr því. Ég er að spá hvort að, eins og slökkvilið ætti þá að tilkynna þetta. Það væri rosa gott, sko. Og líka varðandi bara gamla urðunarstaði að kalla eftir að sveitarfélög sendi inn hérna á listan, þannig að þetta verði til svona hraða. Algjörlega. Við séum líka fótt um olíuösku og olíuvörn, plast er að með þetta olíuvaran. Það er olíuösku. Það er á listanum hjá mér. Ofan olíuvörn. Olíuösku? Já. Það er eitthvað sót. Ég man ekki hvað upprunalega orðið var. Það er að skrifa þetta niður, ég þarf að... Olíuaska. Já, ég verður að spá út hverju það er þýtt, sko. Hvað? Aska? Olíuaska. Já, ég myndi sót. Olíuaska. Hvað flugaska frá þeim og rústu? Ég vona það sé ekki mikið örða hér. Flugaska. Það er svolítið langvegi er allt saman, er það ekki? Hann finnst það ótrúlegustu stöðum. Til dæmis reykskynjar. Já, en það er útsetningar til dæmis bara jarðvarmavirkjum, það er fyrir Kvikasilfur mengað Þingvallavatn. Já, og setja bara allt Þingvallavatn. Svo það kannski
pínu erfitt með plast og hvað þá örplast, en það ekki eitthvað sem beinlega staðsettur. Nei. Nei. Mjög eldsneytin líka náðum mjög eldsneytin, það mjög rókandi eftir það Það nú vinsælt ef að maður setja en alltaf hérna svona bartavill á landinu og setja það inn í minguna. Svo eitt sem við þurfum að hugsa sko. Málmar, þeir geta verið alls konar formið, þú veist, lífupptakanlegir og ekki. Á meðan við vitum það ekki, þá setjum við það alltaf inn á sínu eitrasta formi. Þegar við hugsum alltaf slæmt en mögulegt tilfelli. Þannig að þangað til við höfum upplýsingar að þeir séu á góðu, þú veist, ekki lífupptakanlegir, þá gerum við ráð fyrir að þeir séu í sínu versta formi. Svo náttúrulega fyllist þessi listi. Við höfum kannski komið með mismunandi eftir svæðum. Bensínstöð, það var náttúrulega bara bensín, dísel, smurolía, glussi. En svo aftur á móti getur verið svæði þar sem listin verður rosalega langur. Hvernig eigum við þá að meta? Það er kannski 2 efni af listanum mjög mikið og restin af mjög lítið. En það er bara svolítið svona matsatriði. Hvernig við, sem sagt, metum það, þú veist. Það er svolítið mikið í þessu sem við getum bara svona, þurfum að meta, vigta. Já. Líka væntanlega á síðan að nota þessar upplýsingar þá þetta kostið eitthvað sem þarf að... Þetta er bara frumat, þetta er fyrsta mat. Þetta er bara til þess að flokka þessa fjóra flokka. Flokk 1, 2, 3 og 4. Ætlum við að fara fram á það verður gert áhættugreining, ætlum við að fara fram á þessi hreinsun án áhættugreiningar eða er þetta bara ekkert rosalega hættulegt og má bara bíða þangað til einhvern tíma seinna. Já. Já, þarna var ég einmitt búin að fylla inn í hérna blý, barium og PCB og þá setti ég það sem mjög mikið. Það er sem sagt PCB og díoxín, þau hafa svolítið sérstöðu, þau eru mjög hættuleg. Yfirleitt er með það, ef þau eru til staðar, þá lendir það yfirleitt í hæsta flokki. Þannig að já. Það er ekki gert ráð fyrir akkurat að þessi PCB-mengun og við slittin. Já, þá er það automatist í hæsta. Það kemur fram í leiðbeiningum. Og þú líka sendar allar glæðurinnar. Svo er náttúrulega líka að hugsa sko, að það er náttúrulega jarðvegurinn okkar inniheldur mikið af þessum efnum. Þá þessu ekki í neinum hættulegum styrk. Þannig að við setjum einungis á listan efni sem að eru yfir viðmiðunarmörkunum. Eða við gerum ráð fyrir því að það hafi mengast frá þeim. Þannig að þó það komi niðurstöður og það sýnt fram á það sé blý. En ef það er undir viðmiðunarmörkunum í reglugerð mengan jarðveg þá setjum við það ekki inn. Þegar þá er það ekki gerum við ekki ráð fyrir þessi vandamál. Væri þetta svo heppilegt og með frumvörðum við gerðum að það væri komin Íslands bakgrunnsskildi og þess að þar. Það ætti að vera löngu komið að mínum mati. Ég bara hugsa sko að það væri farið í mikla vinnu við það að gera þetta frumvörð og svo kemur þær upplýsingar. Já, við höfum náttúrulega samt viðmiðunargildin sem við höfum í dag. Já. Og við vinnum eftir því sem við höfum í dag. Og þau eru ekkert fullkomin, en þau eru samt miklu betra en ekki neitt. Hollensku viðmiðunargildin eru á sinn hátt mjög góð. Þó svo að sko bakgrunnsvinnan við þau eru ekki gerð fyrir Ísland. Þá er samt sko, þá er þetta heilsufarslega gott tæki. Þetta er þá frummandið, en þú búist við því að fyrir frummandið séu mælingar, en ekki hægt. Nei. Það er rosa gott, en þar sem að þeir eru ekki með mælingar, þá gerum við ráð fyrir að maður getur gert svona.
svolítið, og svo fyllir inn í þegar þú hefur meiri upplýsingar. Þegar við höfum grunumengun, þá, þú færðu upplýsingar frá nágranna, frá rekstraraðila eða frá einhver stað frá, þá hefurðu náttúrulega, þá ertu búin að mynda þér skoðun að hér getur eitthvað verið. Og þá fyllum við inn í frumatið með þeim upplýsingum sem við höfum í dag og svo bætum við eftir því sem við á. Ég ímynda mér að praxis verði kannski undantekningar tilfelli að það verði einhverjar mælingar hérna á þessu tímans. Algjörlega. En svo aftur á móti þegar það koma mælingar, þá er rosa gott að geta farið inn og bætt þeim inn. Og það er rosa mikið algengt að svæði fara inn í hærri áhættuflokk fyrst og svo þegar koma mælingar, þá lækka það. Það er náttúrulega rekstraraðilum í hag að sýna fram á að þetta sé ekki eins mengað eins og við séum ímynda okkur. Og líka þessi stilmælingar eins og Grefnum Straumsvík. Já. Mengunarstig, það er rosa skemmtilegt. Það er svo næsti rammið hérna í frumatinu. Þegar við meta þetta mengunarstig, þá erum við að skoða hversu mengasvæðið er, hvað var það styrk, efna, magn og rúmmál. Og það er metið fyrir hvert mengunarefni fyrir sig. En eins og ég segi, oftast höfum við ekki upplýsingar í raunin sem fyllt í. En við getum samt myndað okkur skoðun á því og svo uppfærum við það þegar við höfum upplýsingar. Þó svo að þið hafið engar upplýsingar um það, þá er rosa mikilvægt að samt fylla það í það sem þá allar upplýsingar sem þið hafið og getið svona, túlkað fram. Hvernig spurningu sé ég? Ég er bara veltaði fyrir mér eins og svo að það væri hús þarna og það var með askaspöldum í tækjum og svona fjúkutum allt. Við erum svona að víðum draum og á húsinu. Væri þá byggingar mannverki hlutirnar sem ennþá í og á húsinu. Og það sem að situr á jörðinni við berjalíkið, væri það svona jarðveginum. Já. Þess að byggingar í leiðbeiningunum náttúrulega allar byggingar, mannvirki eru leiðslur, rálagnir, allt þetta neðanjarðar, allt dótið sem við höfum þar, flokkaði því sem mannvirki. Þetta er yfirleitt það sem er lang erfiðast að fylla í, að því við höfum mjög takmarkaðar upplýsingar oftast þegar við erum að gera frumat. Þetta er það sem við uppfærum mest. Þetta er eins og þarna, eins og byggingar mannvirkjum, þá eins og lagnir á tannlæknum. Já. Og þegar það er að gera amalgam. En að meðan það er inn í húsinu, þá er það byggingar. En þegar það er komið út í götu, þá er það mannvirki. Það er saman. Já, ég þarna er að standa það saman, ekki alltaf. En eins og þetta, þannig að ekki maður er að setja þetta inn í þetta. Algjörlega. Og síðan þá þegar við fáum þá tilkynningum það sé búið að stanna henni þessi hættu störfum og það sé búið að hann hefði skilað inn. Hann er búin að hreinsa og senda til Holland Þýskaland, aðalega held ég sem tekur á móti, er ekki. Og er hægt að gera tjekka. Þá gerum við hann grænan. Já, en þá vitum við það líka, við erum með hann grænan, þá vitum við það eftir 20-30 ár. Hér á tannlæknis. Þess vegna er þetta svona. Þó svo að við höfum í rauninni engar upplýsingar sem fylla inn. Við höfum engar konkrét upplýsingar. Það er svona mikilvægt að reyna að ekki vanið ofmeta, bara svona, já. Já, hann er hérna á fyrstu glörinu þar sem að stofna málið. Þar er svona athugasemdadálkur sem er sem sagt rekjanlegur, þannig að þú hefur upplýsingarnar aftur á bak. Það er mikilvægt að fylla inn í þegar maður gerir breytingar, svo við höfum söguna. Þannig að niðurstöðu þessu máti ákvarða hvort
áttu döngur gegn og rekstraraðili greiðir fyrir orðin. Já, hann framkvæmir hana, eða lætur framkvæmir hana fyrir sig. Við komum ekki nálægt henni nema við lesum hana. Hann gerir það kannski kröfum að við réttlætum þess að það eru rök fyrir okkar heimildir. Þetta einst að Sko, við sendum hún þetta gert. ég skil það. Við gerum frumat og niðurstaða frumatsins að hér fyrirleikur hætta, mikil hætta. Getur hann ekki óskað eftir upplýsingum forsendur þess að það líka verið hætta? Jú, hann getur það náttúrulega. Það er bara afreitt af þessu. Já, þeir náttúrulega komist inn í þetta allt saman fyrir hvert heilbrigðiseftirlit fyrir sig. En þetta, eins og ég segi, þetta er náttúrulega líka hægt klárt þessi vinnuskjöl. Já, Þetta er náttúrulega- Það er ekkert af því að hann fá Nei, nei. séð svona hvernig þetta er. Algjörlega. En En það er náttúrulega bara með þeim gögnum sem fyrirliggja, þá lítur þetta svona út í dag. Ef rekstraraðilinn veit betur og vill sýna fram á það að þetta er bara ekki svoleiðis, það, en það er heilbrigðiseftirlitið sem á að gera frumatið og frumatið segir til hvort við gerum kröfu áhættugreiningu eða ekki. Ég hugst hvort það var ekki jafnvel bara æskilegt. Það var svona leiðbeinslu að þetta færi þá með. Við getum skrifað niður að þetta kannski gera form þannig að koma einhvern veginn gáfulega út til við reynum að prenta það. Já, einmitt. Þannig að það setja einhver prenttakki þannig að það komi út á gáfulegan hátt, öðru sig heldur með bara svona klippa. Það er næsta það er ekki sjálfgefið. Nei, ég hef ekki einu sinni prófað að prenta það út, sko, þannig að. Það myndi líka vera bara svona stýrandi og leiðbeinandi jafnvel fyrir afhendum allir. Það er prenttakki. Já, þannig að það komi gáfulega út til við reynum að prenta það frumandi. Þannig að það komi ekki einhverjum 4 blaðsíðum svona hornin á þeim og það er auðvelt að skjala það og auðvelt að senda það ekki. Þetta er skjalað hjá Umhverfisstofnun í GoPro hér, þú veit það því. Í GoPro hér? GoPro hjá hér. GoPro hér, já. Hjá Umhverfisstofnun. Við skráðum þetta hjá Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur, allt saman. Það er ekki líka mitt að sé gert svona notendavænt því að það hefur alveg komið fyrir. Já, alveg. Já, það sé eitthvað meira gáfulegt. Já, og til þess að fylla inn í þetta mengunarstig, þá er það magn og rúmmál meðal annars. Og þá, það er, þegar við höfum vitið með ylginni, þá er það svolítið svona leikur að giska. En þarna er þessi tafla til viðmiðunar, hvernig við fyllum inn í. Þessi er fyrir styrkin, er það undir viðmiðunarmörkum, þá er það bara ekki alvarlegt. Ef það er það yfir viðmiðunarmörkum, þá 1-3, þá er það bóli alvarlegt. Já, það er ekki alveg sömu nöfnin á þessu sem kemur vísilega mjög mikið. Þannig að, já, þetta er fyrir jarðveg, grunnvatn, grunnvatn við umhverfismörk eða ekki til að gæðamörk og svo eiturefnagögn. Það er mjög skemmtilegt að vinna með líka. En maður fær það ekkert rosalega oft. Og það er LC? LC. Já, það er ekki LC. Það er mismunandi, það er fyrir LC og LD. Lethal concentration. Já, þetta skýrir sig alveg svona svolítið sjálft, en þetta er eins og ég segi, þetta er mjög erfitt að fylla í þegar maður hefur lítil eða engin gögn. En þetta er bara upplifun okkar. Og sama, hérna kemur inn líka áhrifum, magni og stundum veit maður ef það fór niður 1 tonn eða eitthvað. Og svo rúmmál líka þetta. Það er ennum. Skrifa niður. Hérna, eitt frumatið, er það alltaf skráð inn sem einstaklingur eða eftir svæðin eða hvernig sem við fá bara hver gerðum frumatið? Þú meina rekjanleikann? Já. Ég veit það ekki. Þú náttúrulega skráir þig inn sem sagt, á þínu gegnum þínum skráðan skilríki, en þú ert samt inni á heilbrigðiseftirlits
svæðinu. Ég bara hugsa eins og svo maður sendir þetta síðan með og þá spyrir það já, býtu, ok, en hver gerir þetta og það það fyrir dóm og þá manneskjun alveg Skrifa niður þetta, spyrja já. Mentur og hæfni og svona. Það bara eitthvað reykjanleika? Algjörlega. Reykjanleika hver sett, hvort það sé sjáanlegt, hvort að Jói getur séð hver það sem að fyllir í matið. Og þá verður þetta kannski aðeins, já, verður þetta heppilegt að vera kannski aðeins skarpara varðandi breytingasöguna eða er bara á gegnum tími allavega bara svona eitthvað sko. Já, þetta er mjög góða punktar sko. Það vendar að klukkan 3. Klukkan 3? Er klukkan kaffitími? Já. Hvað segir þið? Er ekki allir pínu til með það? Mengunarstig. Þetta er erfiðasti parturinn af frummatinu, því við höfum svo lítil gögn svona oftast úr að móða það. Það er þetta að meta magn og rúmmál og sem sagt, já, það er sem gert fyrir jarðvegssetlög, byggingar og mannvirki, en oftast ekki fyrir vatn. En hann er samt hérna inni, ég vil bara svona, að það yfirleitt þá metum við það ekki í mengunarstiginu, höfum það bara áfram á ekki við. Það getur alveg átt við í einstakar tilfellum. Það er vötn, eiginlega vötn, eða líka það eru fólklar eða hvernig? Nei, ég vil bara svo að það eru ár og lækir og hérna, fjaran og já, vötn. Þetta er einmitt líka veikastigið í þessu, þannig að þetta byggir á mati. Og þá er svo mikilvægt að við reynum að samræma hvort því að það er mjög séu mikið ólíkar gröfur milli. Já. Ekki ólíkar gröfur milli. Og það hugsa með chat-hópinn. Já. Já. Líka með sko algjörlega. Já, líka í tengstu við samræmingu þegar komin út í eitthvað svona sér þetta námskeið. Það er svona almennt talað að þjálfur sér svona eins og hvernig voru við með þetta námskeið. Það er kannski eitthvað sem er enn meira tækifæri eins og já, bara varandi gegnumgangandi endurmenntun á þessu leyti. Já, það er alveg eitthvað að skoða. Já, hérna er bara metið hættan tengd í hvort magn mengunar sé lítið eða mikið og síðan hvað er mat af því, hvað er lítið og mjög mikið er ekki hægt að fullyrða fyrir alla tegundir af mengun. Það tengist svolítið á áhættun á mengunin líka. Þannig að þetta er svona nokkur kíló að mengun getur verið með mjög mikla hættu flokkast sem bara, já, nokkur kíló með mjög mikla hættu getur verið, er mjög mikið að meðan nokkur kíló að meðalhættu, það er ekkert mikil áhætta. En þetta er svona margt að hugsa í þessum flokki. Næsti punktur hérna í frummatinu, það er forsendur útbreiðslu. Algengasti flutningsmáti mengunar í umhverfinu er með vatni. En þó flytjast náttúrulega líka með lofti og ryki og í eigin fasa, eins og olía, miklu styrk, hún er bara svona eigin fasi, flæðir áfram. Getur líka verið sem sagt niðurbrot og þynning, viðloðun sem hefur áhrif á hraða útbreiðslunnar. Já, fók, algjörlega. Og eins og ég segi á hraði dreifingarnar er lýst á grundvelli líklegs en slæms tilfellis. Og því meiri sem óvissan er í gögnunum, þeim mun strangari kröfur þurfum við að gera til okkar sjálfa af hvernig við metum. Og huga þarf vel að fyrirbæðum aðstæðum sem að geta stór aukið eða minnka dreifingarhraðan og eins og til dæmis þétt jarðlög, leiðslur í jörðinni, þau eru alveg svona eins og hraðbraut fyrir mengun, af því að það setur þau í svona sand utan leiðsluna, þannig að það er svona hraðbraut. Sprungusvæði í bergi, það er líka mjög góður dreifistæður og áhættan fer eftir hvort áætluð dreifiskilyrði séu lítillega mikil. Hröð útbreiðsla er talin hafi för með sér meiri áhættu en hæg útbreiðsla.
svo framanlega sem mengunarefni í styrk sem að geta haft neikvæð áhrif. Vonandi það hafi meika sens. En sem sagt forsendurnar fyrir útbreiðslu í jarðvegi er lýst sem sagt hversu langt mengunin í jarðveginum og grunnvatni getur mögulega náð að dreifa sér á einu ári. Og í útreikningum er gert ráð fyrir að efnin séu vatnsleysileg, það er eitthvað sem við gefum okkur. Það á ekki alltaf við en það er ekki hægt að gera þetta endalaust flókið og það dreifist á sama hraða á grunnvatnið. Þannig að þá byrjum við að reikna hversu hratt vatnsleysileg mengun getur dreift sér. Það er þessi fína tafla hérna. Ég þekki þetta nú flest. Þessi tafla úr einhverju ákveðnu eða? Já, ég klippti nú ekki með hérna tilvísunina, hún er fengin úr góðri jarðfræði. Svona hérna, ég man ekki hvað hann heitir. Freysteinn Sigurðsson og Jón Ingimarsson, 1987. Skýrsla. Já, og þetta er sem sagt leggmetrar á sekundu með 1% halla. Það er svona, já, og eins og við þá gerir maður oftast ráð fyrir því að hallinn sé svipaður og yfirborðshalli. Á ekkert alltaf við, en svona, já. Og þá er það bara fyrir byggingur og mannvirki, jarðveg og grunnvatn og hérna, sem sagt, hversu langt það getur dreift sér á einu ári. Já, til þess að í jarðvegi það er 0,1 til 10 metrar á ári, þá segjum við að það sé miklar forsendur fyrir dreifingu. Sama mynd. Já, veit ekki hvað ég fær í gegnum þetta, er náttúrulega bara sama fyrir, þess sagt, jarðveg og grunnvatn. Ég geti bara lesið þetta kannski í leiðbeiningunum. Og yfirborðsvatn. Ef það er mikil vatnsskipti, þá í mörgum tilfelli er þynningin það mikil, við erum að tala vötn með mikið inn- og útflæði eða ár með einhverjum straumhraða, þá er þynningin oft mjög mikil, þannig að það er ekki nein mælanleg hætta. Og setlög. Já, eins og maður fara ekkert of djúpt í það, þetta er bara, ég geti lesið þetta í leiðbeiningunum. Það eru tveir flokkar eftir, það er næmni og verndargildi. Næmni, þar er sem sagt fyrir fólk. Og þá er það sem sagt bara að finna þessi tafla hvað á við. Það þarf ekkert allt, það þarf ekki, hérna svo þessi stóð, það þarf ekki allt þetta eiga við, en eitthvað af því. Það er, ef það er sem sagt, grunnvatni á svæðinu er notað sem drykkjarvatn, þar sem börn verða fyrir áhrifum, starfsfólk verður fyrir áhrifum, þannig að það er ofta bara eitt við, kannski þá sé gefin upp með fleiri möguleikar. Þetta er bara svona hver er næmnin á svæðinu, þá er að tala um næmni fyrir fólk. Það sem ég hef verið að aðeins að góða mér í fyrstu myndin. Það er skamast hús út á Kjalnesi, fólk í Aspersberg. Það er svona sprutustykki og víðadrein. Hvernig myndir þið flokka eitthvað svoleiðis í þessu? Það er á íbúðasvæði og fólk sem býr í grágrunnu. Það er enda þú segir þáttur svona út á nesinu í eins og sveitabærs landbúnaðarsvæði. Við hugsum alltaf út frá einstaklingnum. Frummatið miðast ekki, það breytir engu hvort það sé einn einstaklingur eða 100. Það er sama áhættan. Þannig að við miðum út frá einstaklingi, þannig að þó svo að þetta sé sveitabær þar sem er einn ábúandi eða inn í Reykjavík, við hugsum það á sama hátt. Það er svo sem enginn sem býðar, en það er það að fara á það?
ef að húsið íbúðarhæft og flokkað. Þetta ekki það sko. Nei. Þetta svæðisbílinn. Já, þá Svæði fyrir útivist. Þessi nefnin, þar sem fólk verður ekki fyrir áhrifum, þessi litlu afgiftarsvæði, mögulega. Grunnvatn ekki notað sem drykkjarvatn. En svo náttúrulega, þú veist, það berjavingar, það gæti ekki rappast í berjum og svona. En ég meina, þetta það ekki mikið rík brás eða svona, það ekki mikið asbestrík bara úti. Það ekki himni. Nei. Það var bara spurning að hreinsa þetta. Það kortleggja það og vera þá bara með búnað. Já, það er nefnilega málið. Kortleggja, setja það niður, fá punktinn á kortið, þá eigum við það til, upplýsingarnar. Það er svona stærsta. Þetta aðalega hversu aðgengilegt þetta fyrir. Já, þetta er hver áhrifin eru á manneskjuna á svæðinu sem að, svo ef þið eru engin aðgangur á svæðinu, þá náttúrulega það lítil áhrif á fólk. Já. Það svona bæði hversu nálægt fólk kemst, en svo líka, þú veist, flestar því hvort það gerir eitthvað með hlutinn. Algjörlega. Þannig að þetta er svona. Þetta meira svona aðgengið. Þetta er, hvaða áhrif hefur þetta á manneskjuna sem kemur inn á svæðið? Fólk býr í húsnæði með bara alveg klætta inn á andlum asbest. En á meðan það er ekki brotið, það er alltaf leið. Þegar það fyrir að rifna og brotna á. Sama á einhverjum. Algjörlega. Asbestbrotin er ekkert hættuleg en ríkið er. Og svo er verndagildi, það er fyrir plöntur og dýr. Og þetta er bara sama, það þarf ekki að passa allt hérna inni en þannig að finna svona þann dálk sem passar við svæðið og setja inn. Og þegar maður er búin að fylla inn þessi 5 gildi, það er hætta mengunarefna, mengunarstig, dreifigeta, næmni og verndagildi, þá fær maður út, þá er komið dót á grafið. Og línurnar eru sem sagt dreifigetan. Punktarnir, þetta er næmnin, þetta er verndargildið, þetta er mengunar álagið. Þannig að þá koma þessi punktar inn á grafið eftir því hvernig þið fylltuð í græna skjalið og svo reiknar það út áhættuflokkinn, hann er rauði punkturinn inn í gula kassanum. Ásættur ekkert skilgreindir hann í sviðið? Nei, það er að því að hann reiknar þetta út sjálf. Sko. Þetta er dreifigetan, dreifimöguleikarnir og þetta er áhættan. Setja það þannig að bæta þið inn í, það er alveg rétt. Þannig að já. Þannig að forritið reiknar þetta út og þetta svæði sem er með hér, það er sem áhættuflokkur 2. Þannig að það lendir innan þessara lína. Var eitthvað spurt líkur á að eitthvað gerist eða? Hætt áhættu og dreifigetu. En við erum ekki að gera fyrirfram, bara ef það er það sem við gerum grun mengun, að hafi orðið, ekki að hún verði. Svona ef það er bókað eitthvað, þá þarf að gera þarna greininguna og þá er bara nánar í það. Hvað segir þið? Ef það er ástæða til, þá farið í... Já, það er eins og við höfum sett upp, sko, ef það lendir í flokk 1, þá þurfum við að skoða, sko, þá erum við að tala svæði með mikla áhættu. Í þeim flokki lenda þannig svæði sem að mögulega þarf að ráðast í hreinsunaraðgerð þó það sé ekki búið að gera áhættugreiningu. Það eru vestursvæðin, mest hættan. En ef það er ekki þannig svæði, þá er flokkur 1, 2, það er svæði sem þarf að gera áhættugreiningu. Flokkur 3, það er svona, gæti þurft að gera áhættugreiningu. Það er bara svolítið eftir hvað ykkar mati, hvort að það þurfi. En í flokki 4, það eru svona lítil sem engin áhætta, það er bara svæði sem við viljum vita af til framtíðar. Þannig að við höfum gögnin. Í 1 segir að þurfum ekki endilega að gera greiningu eða þurfum við bara að beita þar eins og? Það þarf alltaf að gera áhættugreiningu, en það getur í vissum tilfellum, þetta eru
svæði í flokki 1, það eru náttúrulega verstu svæðin. Og í vissum tilfellum, og það stendur í reglugerðinni, þá getum við þurft að fara í hreinsunaraðgerðir þó það sé ekki búið að framkvæma áhættugreininguna. Það þarf samt alltaf að framkvæma áhættugreininguna líka þó það sé byrjað á hreinsunaraðgerðinni. En í flokki 1 og 2 á alltaf að gefa áhættugreiningu, flokki 3 það er svona fer svolítið eftir, en flokki 4 þá ekki, þá gerum við ekki kröfu um áhættugreiningu. Og þessi áhættuflokkur, hann kemur sjálfkrafa inn í gagnagrunninn. Ef þeir eru með mörg svæði sem eru svipuð, eins og við vorum með miltisbrandsgrafirnar og riðugrafirnar, þá getum við hjá Umhverfisstofnun fyllt inn í, þeir eru búin að gera kannski fyrir eitt svæði og þeir eru með 20 alveg eins svæði. Þá getum við fyllt inn í það þennan hérna dálk sjálfkrafa og bara vísa því áhættugreiningun á öðru máli, eða frummatið segir öðru máli. Þannig að þið vitið af því að þið þurfum ekki endilega að pikka inn 20-30 alveg eins svæði, sko. Það er viðhengi. Öll viðhengi sem eiga við. Það eru rannsóknir, áhættugreiningarnar, allt það sem bætist við, bakgrunnsupplýsingar. Það er þetta hengja við, ég held að hann hafi talað 99 áður en það verður eitthvað vandamál. Þannig að þetta er eins og kortið sem hann lítur út í dag. Þetta er það sem almenningur, það er alltaf helst samt að taka þetta hérna út. Þannig að almenningur sjáu það ekki, en það er pínu forritunar erfiðleikar. Þetta er kortið sem hann kemur frá landmælingum, held ég. Já, þannig að ef maður ýtir á punkt, þá fær maður þessi hérna rauð. Þannig að þið getur skoðað hjá hvert öðru. Og svo ef maður setur bendilinn ofan á, held ég heiti, eða lýsinguna, þá fær maður upp lýsinguna sem ég sagði fyrir að passa ykkur að verði ekki engar persónuupplýsingar eða svoleiðis að því að almenningur getur séð. Og það er einn rauður punktur. Já, Heiðarfjall. Já. Það er þá bara magn og mengunarhætta. Það er rosalega. Er þessi litur flokkarnir fjórir? Já, rauður er sem sagt áhættuflokkur 1, appelsínugulur er flokkur 2, gulur er 3, flokkur 4 er blár, af því að hreinsusvæði flokkaræðning. Er það þessi gráu? Gráu er þeir sem er ekki búið að gera frummat á. Þessi rauði punktur, hann er ekkert endilega tengdur því að fólk verði fyrir áhrifum af þessu. Nei, sko, þannig að næmnin er bara metin þannig. Það er náttúrulega, þetta er útivistarsvæði, það er fólk að ferðast þarna og það sest niður og borða nesti sitt og það er rosalega mikið PCB þarna. Það er ekkert rosalega gott að sitja og borða nesti í mjög PCB-menguðu svæði. Þannig að, hérna. Það er næstu skrif. Á frummatið, á áhættumatið, náttúrulega og alvegtið og síðustu. Mér finnst þetta alveg rosalega góð spurning því ég er búin að vera að spyrja ráðuneytið að því líka. Með kröfur hreinsun á gömlum svæðum. Það vantar svolítið í reglugerðina að þær kröfur og ábyrgð og hver er það sem er ábyrgur fyrir hreinsunni, hver er það sem á borga fyrir það. Á þessum gömlu svæðum þá náttúrulega eitt að með rekstraraðila sem að suppaði, það er náttúrulega tiltölulega velt og við getum gert það í eftirlitinu og þannig, en ef við erum með gömul svæði, þar sem að fyrirtækið sem að er ábyrgt er löngu horfið, langt síðan, veit kannski enginn hver það var. Það er svolítið svona einskismannsland í löggjöfinni, eins og er. En þess að höfuðpunkturinn er á Langanesinu ekki. Jú. Vita hvað það kemur. Já. Og eins og spyrir mest skref að þið komið raukt, sko. Já, þetta liggur fyrir Alþingi í dag og ég var að fundi hjá umhverfis- og samgöngunefnd Alþingis, eitthvað svoleiðis. Þetta tiltekna mál, já. Þetta er frá hernum
og Ísland afsalaði sér öllum rétt til þess að krefja herinum nokkuð. Herinum gaf Íslenska ríkinu á straslið og myndunum með held ég. Já, þannig að þetta er svona, en eins og flest lönd Evrópuríkisins eru með pott af peningum sem umhverfisstofnanirnar sjá til þess að hreinsa þannig svæði. Ég vona að við komumst þangað. Hvað segir ég? Breyting, er hún komin eitthvað lengra en samráðsgátt er að stefna þangað eða? Ég bara þekki ekki fyrir hún. Nei, ég hef ekki heyrt hann sem komin þangað. Þetta er svo lítil breyting sem við erum óska eftir núna bara til þess að koma út sko reglugerðinni. Nei, leiðbeiningunum. Áttu ekki við þarna svæðið þarna? Jú, Langanesi, ég sé fyrir mér. Já, Langanesi. Já. Hlutu dæmi, hlutu verði. Það sem er hrópandi. Við fengum, eða ráðuneytið lét okkur fá pening til þess að hefja undirbúning á þessu svæði og við svo sendum við inn kostnaðaráætlun og þess að það sem að ráðuneytið er að óska eftir til Alþingis fyrir. Það er það sem er núna að vera. Það er það sem er hjá Alþingi. Já. En þar erum við með rekstraraðila landhelgisgæsluna. Já. Hérna, svona gamla staði eða gamla fengur. Hafið þið eitthvað skoðað svona eignarréttarlegu hliðina á því? Það nefnilega vantar inn í reglugerðina að ábyrgð, hver ber ábyrgð. Ef við berum saman við sænsku reglugerðina, þar eru þeir búin að setja inn ábyrgðakeðju og annarkvort er það rekstraraðili sem að framkvæmdslýsir eða rekstraraðili sem hefur verið með rekstur þó að hann hafi ekki framkvæmt. Olli slysinu ef hann með svipaða rekstur, þá er hann samt ábyrgur þó hann ekki valdi því, en ef það er engin svoleiðis þá er það eigandinn á lóðinni. Ég hef þetta þess að svo líka í Bandaríkjunum þessi, ef þú kaupir lóð, þá bara kaupir alla þessa ábyrgð. En það er ekkert svoleiðis inn hjá okkur. Það er alveg gall. Það þyrfti bara að setja lögum það. Algjörlega. Mér skilst að reglugerðin hafa að hluta til tekið svona langan tíma að koma út af þessu ábyrgðar skilgreiningum. Það er ekki kostur ef einhver ríkur búin að kaupa fyrsta lóðum og þá... Því líka en því betra. Ríkur útlendur. Já, það var miklu enda. Herðu, ok. Það þarf að senda á, ég hef með svona æfingadæmi. Prófið það, sko. Hérna áhættu greiningin er eitthvað form eða leiðbeiningar hvað hún er innhald á. Við erum skrifa leiðbeiningar það. Ég byrjuði á þeim, en við komum sennilega til með að fá ráðgjafa með okkur í það. Það er einhverjir aðilar sem eru vitandi að þetta sé að koma og bara undirbúið til að geta unnið áhættu greiningar einhverjum sem við getum vísað á. Það eru stóru verkfræðistofurnar kunnað alveg. Það eru til ISO-staðlar það hvernig á að gera það. Á bara staðlabúðin.is. Þannig að, og verkfræðistofurnar, stóru verkfræðistofurnar hérna í borginni alveg að gera þetta og kunna þetta. Og ég nefndi engin nöfn. Þú nefndu öll, það eru stórar. Það eru stórar. Ég veit ekki með litlinn. Já. Sirri er að senda þeim sem eru uppbúin út á landi glærur sem að þetta er eitthvað með. Maður fá bara spjörlinga. En þeir eru búin að svo duglega að koma með spurningar og dæmi að við getum ekki farið í bæði dæmin held ég. Þess að gerði bara svona bjóð til tvö Þetta er algjörlega svona algjör bara tilbúningur. Ég bjó bara til eitthvað í hausnum á mér þannig að við getum svona rætt það hvernig við fyllum í
Ég þarf að fá upp á skjáin líka. Ég held ég að vera búin að ná þessu. Nei, sjáðu þetta? Áttalurinn hjá þér? Ég var bara aðeins að gera hana. Nei, það er ennþá jú, þetta er hana. Þetta er hana, ok. Ef við byrjum á, förum við í gegnum urðun óvirksúrgangs, því við vorum að tala um að á næsta ári að hjálpist við öll að setja inn alla staði þar sem hafa verið potað niður úrgang. Þá hefur þetta uppskáldaða dæmi. Þetta óvirkur úrgangur hefur urðað á svæðinu síðan 1975. Svæðið er í 200 metra fjarlægð frá á sem er á náttúruminjaskrá. Heimilt er að taka á móti samkvæmt starfsleyfi ómenguðum óvirkum jarðvegsúrgangi, þar er mold, möl, sandi, grjóti, hraungjalli og vikri, járnhreinsuðum múrbrotum, steypubrotum, gler og keramík. Engin áformur breytingar á landnotum svæðisins, jarðvegur og urðunarsvæðin er að mestu siglt. Engin sýnatöku farið fram, landslagið hallar lítillega 1% í 8 ánni. Og hvernig ætlum við að fylla þetta inn? Nú spyr ég. Ef við byrjum á hættu mengandi efna, hvaða mengandi efni erum við að sjá? Það var mögulega eitthvað svona járnrest, járnangangur. Það var ekki í starfsleyfinu, þeir máttu taka á móti járnhreinsuðum múrbrotum. Já, en það er svolítið að það er aldrei komið að hreinsa. Nei. Já. En ég meina, það er ekki bara lítill. Lítill. Ég er ekki að segja þar sem mína niðurstöðu séu eitthvað algildar. Það er bara, ég var ekki gærkvöldi og ég fór að sofa, sko. En síðan er það, þarna er einhver sem tók við óvirkum úrgangi. Hversu óvirkur er þessi úrgangur í rauninni? Algjörlega. Þess að viðkomandi var hann í starfsleyfi fyrir þessu. Hérna gaf ég mér það að þeir fylgdu starfsleyfinu sínu. Já, það voru til starfsleyfi á 1970? Nei, hann er búin að vera í gangi síðan 1970, menn það í gangi. Já, hann er ennþá virkur. Það er ennþá verið að nota hann. Já, svona nýbúið að klára það, nýhættir. Það var svolítið stærra dæmi. Kannski voru starfsleyfi skilt, óljóst og enn. Þetta er ekki skemma dæminni. Mjög skilgreining í Úsland 2008 yfir fyrstum það stefnir sér starfsleyfi skilt. Já. En gott að vera. Þetta myndi að skrifa líka. Hvað er starfsleyfi að byrja að tala það? Ég skrifaði steypubrot, gler og keramík, lítil á þetta. En það stendur samt í óvirkur úrgangur er gler og keramík, held ég skráð. Keramík er óvirkur úrgangur. Og það er sérstökum leiðir að mála. Það er einhvern veginn þannig, jú. Það er skráð sem óvirkur úrgangur. Ég er alveg sammála, gler er alveg hræðilegt, sko. Og svo með gamalt gler, það er blý í því. Þannig en allavega þá er þetta svona, ætti að vera svona með skáru urðunarstöðu sem við finnum. Óvirkur úrgangur. Þannig að, já, mín skýring var að enga... Engar ekki þó að segja þó að þetta komið í hérna lagi. Það sem ég skrifa þess að það er ekki bara eftir hversu vel það var hreinsa. Gler og keramík, það er svo að segja, skilur, þeir geta alveg gefið frá sér mengun við lekapróf. Ef þú tekur vatni sem kemur frá urðunarstöðunum, þá sér þið blý og alls konar svona skemmtilegt frá glerinu og keramíkinu. En það er heldur ekki óvirkur úrgangur. Já, algjörlega. Og þá er þessu gott að fá þær upplýsingar að við erum með það sem við erum með, að skrifa það niður og setja það í lýsinguna.
að þessu urðunarstað sem ég hef verið að setja inn á, það hafi ég skrifað þær upplýsingar sem ég hef, urðað hefur verið og svo bara langar lista af því sem við þekkjum til. Þá raunhægt og svona staður gæti verið meðal ef að keramikið og jafnvel járnið væri með einhver efni yfir mörkum eða er þetta samt yfirleitt? Svo fer það líka svolítið eftir hvar með staðsetið, þarna segir að það sé silt í botni. En hérna erum við bara að tala hættu mengandi efnina sem var settið niður. Ég myndi alltaf setja þetta bara lítið. Já, ég líka. Á svona óvirkum úrgangi. Já. Svo er það mengunarstigið. Og já, ég ætla að láta ykkur gera þetta. Ég ætla ekki að gera þetta. Það er hemmið sig, Kristín. Það er hemmið mig. Hvað segir þið? Mengunarstig. Þannig að var einhver afgangur af þessum blöðum. Ég prentaði köflurnar hérna. Afturblaðsynni. Var ekki ágætt að þessar töflur detta inn? Hvað segir þið? Þá var þess að dæmis að það eru hérna já, mengunarstig, ég skrifa þess að bara byggingar og mannvirki eiga ekki við í þessu tilfelli. Þetta var bara urðunarstaður. Er að ræða urðunarstað og þó svo ekki sé komin innar jarðvegs- og grunnarsrannsóknir er hægt að gera ráð fyrir að mengun sé til staðar þar til annað kemur í ljós. Hins vegar er það langt í yfirborðsvatn. Það er ekki hægt að gera ráð fyrir mengun þar. Með við landhallan, ég held ég út á þessu gefnandæmi, ég held ég að reikna að vera 66 ár fyrir grunnvatnið að ná ánni 200 metra fjarlægð og 3 metrar á ári. En já, ægilega, og nú er ég komið frá mér. Byggingur og mannvirki. Byggingur og mannvirki, já. En hérna er ég að tala um mengunarstig, það er enga byggingur og engin mannvirki á urðunarstaðinu, þess vegna á það ekki við. Grunnvatnið, það breytir smá mismunandi eftir því hvort við erum að tala, hvar liggur grunnvatnið. Erum við að gera ráð fyrir að það sé mengun í grunnvatninu eða ekki. Jarðvegur, við getum aldrei sagt að það sé engin mengun á jarðveginum á urðunarstað. Þannig að þetta er allt svona svolítið huglegt að því að við höfum við gerum að þegar setjum að það sé silt í hérna sem sé jarðvegur undir. Já. Það heldur vel. Það heldur vel. Þannig að ég persónulega myndi með þetta grunnvatn lítið á þetta af því að það kemur. Já, en sko þú verður að gera greinarmun á grunnvatninu sem er í jarðveginum eða á urðunarstaðnum og sko sem sagt dreifi möguleikanum að grunnvatninu sem fer frá urðunarstaðnum. Hérna erum við að tala um grunnvatnið í jarðveginum, nei í á urðunarstaðnum grunnvatnið hver er mengunarstigið á svæðinu. Þannig að þú ert með alltaf það er sitt. Já. Og þá grunnvatnið, þú veist, eða úr haugnum, þú veist, að renna bara á siltinu stíginu. Algjörlega. Þetta að vera bara, hérna, þú veist, raun að vera. Já, en það er í næsta sem þú ert hugsað í dreifigetuna. Það er mjög lítil dreifigeta í silti. Það er alveg rétt þar. Já. Það getur verið einhver grunnvatn til staðar ofan við siltinu. Það er alltaf grunnvatn að þú ert með rigningu. Þannig að það er alltaf vatn að leka í gegnum urðunarstaði. Það verður grunnvatn leið að koma ofan í jörðina. Þetta er ekki drykkjavatn, sko, þetta er vatn sem er í jörðinni. Ég veit ekki þarna ekki niðri, þarna var staðan og þessi vatn á milli, það er kannski annað. Já, en ég er til að næ því, skilur við erum að. Já, þú ert yfir að meina þegar yfirborðsvatnið nær niður í grunnvatn, en það er sjálfsögðu ekki orðið grunnvatn fyrir það komið niður í grunnvatnslaugin undir.
Já, en grunnvatnsstaðan samt þú veist, þú ert náttúrulega með hólu, með það sem silt fyrir utan. Grunnvatnsstaðan á svæðinu náttúrulega önnur heldur en svæðinu í kring, út af úrganginum. Þannig að sko, það getur verið önnur grunnvatnsstaða á urðunarstaðnum sjálfum. Þú ert með hreyfðan jarðveg, þú ert ekki með óhreyfðan jarðveg. Ég myndi nefnilega halda að þetta skiptir þetta betur, vegna þess að í mínum huga þá grunnvatn, þessi grunnvatnsdægir í grunnvatnsgeyminum undir sem að þetta að ferðast. Ekki til eitthvað fyrir bara allt vatn í... Jarðvatn, heitir ekki það? Vatn í jarðvatn. Jarðvatn. Nei, vatn í jarðveginn. Vatn í jarðveginn, já. Ég skal breyta leiðbeiningunum. En ekki grunnvatn. Algjörlega. Skrifið þetta. Þú ert búin að skrifa þetta? Löngu búin að skrifa þetta. Þá fyrir við í dreifigeituna. Þá skil ég að þetta er með það. Ef þetta er vatnið í jarðveginn. Hvað hann er... Algjörlega. Já, og hver mengunarstigið á svæðinu í vatninu sem þar. Já, svo getur það og þá getur það runnið. Þá fer það. Og þá hver dreifigetan á grunnvatninu í grunnvatninu. Það mikilvægar upplýsingar hvernig staðan á grunnvatninu það kannski ekki ástæða til að fjölga flokkunum. Nei, við erum ekki að gera það offlókið. Til að meta það heldur. Nei, yfirleitt ekki. Forsendur fyrir útbreiðslu. Hvað segir þið það? Eitthvað takmarkaðar og það þessu silt, leir, er þetta ekki leir, er silt? Silt. Það leiðir lítið, já. Lélegur leiðari. En nú er þetta rosalega þunnt silt. Nákvæmlega, og það er gött í því. En alltaf fyrir byggingur og mannvirki náttúrulega á ekki við. Þetta er kannski náttúrulega siltlag, þetta menn voru ekki að hugsa þetta fyrir löngu á þessum tíma að leggja hann einhvern sentimetra silti þarna til að verja. Nákvæmlega. Að svo í jarðveginum og grunnvatninu, það flokkast samt sem mikið, því að við skoðum töfluna, ég reiknaði út þarna að þetta voru 3 metrar á ári og þá er það 0,1 til 10 metrar á ári flokkast sem mikil dreifigeta. Setlögin setti ég lítil eða engin þegar það tók 66 ára að fyrir fyrstu mengun að biorettist ná út í ána. Og það sem bara eftir 10 ár sem að byrja. Hvað segir þið? Það er svona að ég að Já, algjörlega. Þannig hérna. Það gerir ráð fyrir þessi silt allavega út í ána. Já, það er einfalt. Það er svo góð punktur. Við byrjum út. Já, algjörlega. Og þetta er bara ekki svo mikið. Nei. Og þetta er náttúruvernda á náttúruverndarstað. Algjörlega. Þannig að það er kannski bara villist gert hjá mér, sko. En þetta við varum að tala um setlögunum. Já. Það kannski hefði vel mátt breyta því. Ætti það að vera meira í þetta? Setti ekki sem lít. Það er sko í seti, í töflunni hérna, er það engin dreifing er lítil og dreifingin 0,1, þetta er ekki dreifingin til setlagana, heldur dreifingin í setlögunum. Þannig að þeir eru komið með mengun sem búin að fara frá urðunarstaðnum, búin að fljóta í gegnum með grunnvatninu og út í ána. Hver er það og setjast þar og hver er dreifingin? Nú er það tala um dreifinguna, útbreiðsluna. Já, það ætti verið mengunarstigið, já, það er rétt. Hvað gerðum við þar? Mengunarstig, settum það sem á ekki við. Já, þetta verður lítið. Næmni, hvað hefur við gert þar? Það er mjög auðveldast. Næmni og verðleggluti.
Byggingar og mannvirki, það er auðvelt, á ekki við. Jarðvegur og grunnvatn. Ég setti það hérna í flokkinn veldur að starfsfólk verði fyrir litlum áhrifum og grunnvatn ekki nota sem drykkjarvatn. Já, og yfirborðsvatn setlög þar sem fólk verður ekki fyrir áhrifum, til dæmis afgirt svæði þar sem engin starfsemi er í gangi. Hvað er starfsemi? Jú, frá steypu, harðnari steipubrotum og keramíkinu og glerinu. Hvað er miklu frá steypu? Þungmálmar. Það fyrir bara eftir hvaða íblöndunarefni út með. Ég get ekki alveg kannaði nú ekki utanbókar ég get sagt hvað í sveitarfélögum sem ég vann í áður í Hesluhólm, það var mjög hátt baríum til dæmis. Það er bara hefði eftir jarðgerðinni sem er notuð. Blý. Er það bara almennt? Eldra gler aðalega. Það getur líka verið, þú veist, Þurftum við ekki að drekka þetta vatn? Jú, það sem er við erum hugsað drykkjarvatn, sko, hérna í næmninni. Er eitthvað í nýju gleri eða er það óvitt að þessu leitinu spil? Það ekki alveg nóg mikið, við höfum ekki tekið tillit til þess, ég hef ekki sett það sérstaklega inn í frummyndin því að það á að vera betra, það er yfirleitt aðalega það sem er á milli glerjana, að það er argon og eða það er svona lofttegundir, en það er yfirleitt löngu farið þegar það koma urðunarstaðina. Já, og það er það löngu farið á með þetta tekið út og svona. Yes. Verndagildið, hvað segir þið þar? Byggingar og mannvirki? Ekki neitt. Jarðvegur og grunnvatn? Já. Svæði með rösku vistkerfi, til dæmis urðunarstaðir eða malbyggjusvæði. Og yfirborðsvatn og setlög. Það lenti mikið. Svæði með plöntur og vistkerfi með hátt verndagildi, til dæmis þjóðgarðabúsvæði eða önnur svæði sem eru dýr og plöntur sem þarfnast verndar eða eru friðaðar. Og hvað haldið þið þá að þetta hafi lent í hvað flokk? 1, 2, 3 eða 4? Ég mér bara hvort að svæðið fyrir náttúrulega frá út á jarðfræðilegum peningum eða líffræðilegum. Nei, bara fullt. Hvað segir þið? Þú segir 4? Fyrir einhver betur? Hvað segir 1? 2? 3? Já, 3. Og 1 með 4. Það eru flestir sem segja 3. Það fór í 3. Já, næstu því í 2. Þannig þarf að gera það áhættugrein. Já. Ég get ekki það, það var ekki flokkur 4. Nei, hann er alltaf hér. Ef maður fyrir eiga eitthvað. En það getur þurft að, það er lokkur 3, þar var það mat hjá okkur, hvort það þurfa að gera átt mat. Þetta við þurfum eiginlega að nefna þetta fyrir einustu búi á landinu. Það er hægt að nota það að við getum fyllt það inn í sjálfkrafa ef það eru svipaðar aðstæður. Það er frekar algengt að hafa verið svona bókat í landstæðar. Ég hugsa að sem ruslahaugar að öllum. Það er nefnilega ruslahaugar út allt. Það er alltaf fljótt að gera frumat fyrir alltaf bújarðir. En sko, það er nefnilega það góða við það að við getum fyllt inn í sjálfkrafa ef við komum okkur saman ákveðin eins og, þú veist, til dæmis bújörð. Þar var urðað allt. Yfirleitt ískurði og kveikt í. Það er alltaf þessi bílarnægjarðir. Þannig að þú veist, það er hægt að gera einfalda mat ef við erum með
þar sem við fyllum það í manually. En já, ég held að ég fari ekkert í dæmið. Það var svolítið mikið flókið, sko, klukkan er 4. Ha? Hver er niðurstaðan? Hún var flokkuð í flokku 3. Hver er niðurstaðan í því? Býttu við. Ég skal bara Fletti yfir það? Ég skal bara fletti yfir það. Við þurfum ekki að leysa það. Hvað er þetta? Þetta gildir svona brennur þegar maður þarf að hreinsa í lok þegar búin að brenna áramótin. Ég hafi hugsað þetta svona, þarna hafi nú verið áramót að brenna í mörg ár og hérna. Í dag nú ekki brennt eins mengandi efni, þetta svona almennt í. Er ég að deila þessu þarna? En maður er að hugsa það að hætta að vera með brennur þarna og bara hreinsa þetta. Já, þarna verið hugsað sko að það ætlaði að fara að byggja íbúðarhús á þessu svæði. Mengandi efni. Já, ég fylgdi nú ekkert í neitt mikið meira, en það ekki náttúrulega talið upp alla málma, díoxín og PCB og allt drastlið, sko. Ég nefndi ekki alveg, en setti það bara sem mjög mikið. Mengunarstigið, grunnvatnið er mikið, jarðvegurinn er mjög mikill, stéttlög og yfirborðsvatnar áttu ekki við. Forsendur fyrir útbreiðslu, jarðvegurinn var mikill, byggingar á mannvirki voru lítill, að það til bygging á mannvirki. Því að þá var ég að hugsa að þegar ég búið að byggja húsið, að þá er náttúrulega mengunar dreifing í húsið. Yfirborðsvatnar mikið, og þetta var ég búin að útbreiðslan var 60 cm ári, það er 33 ára á læknum. Nefnin, byggingar mannvirki var lítil, jarðvegur og grunnvatnar mikið, yfirborðsvatn lítið og verndargildi var meðal og svarið var 2. Og það sjáu þið sko, það lenda svo margir punktar hérna rosalega langt úti. Hætta mengandi efni og mengunarstig og næmni er þarna rosalega vega þungt þarna út á endan, draga í. Já, þetta var bara síðasta hjá okkur í dag. Ég bara, þú ert með spurningu. Bara kæra þakki fyrir að hafa þetta námskeið og mjög gott og gaman að hafa verið fleiri námskeið og fundir að það fyrir þeim. Ég væri alveg til í það, skulle sjá hvað sviðsstjórinn segir sko, en bara takk hérlega fyrir komuna, þetta var virkilega skemmtilegt. Og hafið bara samband og sendi mér nafn, kennitölu og síman og með þá getið sett ykkur eins og þau komist inn í gagngrunnin. Og alltaf svona hugmyndir sem þið poppa upp í hausina á okkur sem maður mætti bæta inn í þetta og inn í leiðbeiningarnar og svona. Og þeir sem vilja vera með í rýninni að sendi mig línu því að það verður sendt það út núna bara í næstu viku myndi ég giska á. Þannig að það er alveg þeir sem vilja vera með, láttu vita. Annars bara takk hérlega fyrir. Já, takk fyrir. Takk fyrir.